Jæja, komið sæl gott fólk og verið velkomin í Hlaðvarpið Sögu skoðun. Ég heiti Andri Jónsson. Já, ég heiti Ólafur Hersir Arnaldsson. Já, hvernig ertu stendur í dag, Ólafur minn? Nei, ég bara vel stendur svona venjulega. Já, gaman að koma í nýjan þátt. Það alltaf gaman að vera komin í nýjan þátt og alltaf mikil viðburður þegar Sögu skoðunarmenn koma saman til þess að ræða málin. Algjörlega. En það er náttúrulega ekki á hverjum degi. Nei. Já, og við vorum nú hér í síðasta þætti að ræða saman kommunista og það er svona eins og alltaf að við ræðum hitt og þetta og ólíka hluti. Nú Hlaðvarpið Sögu skoðun er hlaðvarp sögu og sagnfræðileg málefni og það er svona kannski kriterían er að það tengist sagnfræðilegu málefnum. Já. En þættinum í dag ætlum við að tala áfalla streituröskun og það er svona í þessu hlaðvarpi sagnfræði sem tveir sagnfræðingar ræðum sagnfræðileg málefni og þá nú kannski ekki svona sem að maður býst við að maður sé að fara að tala Nei. En það er kannski líka svolítið sjálfur við þetta er að við tökum stund svona málefni sem er ekkert alveg beinlínis augljós málefni að taka. Nei. En við ætlum að taka svona við ætlum að skoða þetta fyrirbæriði sem hugmyndasögu. Það er einmitt sko áfallastreituröskun. Það er áhugavert fyrirbæriði. Og svo að því að tala sko sagnfræðileg málefni þar sem ég finnst orðið í raun og veru áhugaverðast innan sagnfræðinnar það er hugmyndasaga og þar sem verið til að rekja hugmyndir og sögu einhverju hugmynda yfir lengri tíma og til dæmis áfallastreituröskun er ein slík hugmynd það er til dæmis hugtækið eins og það er á ensku post-traumatic stress disorder það er hugtæk sem var ekki hvað maður að segja búið til og tekið inn fyrir sko 1980 og svo auðvitað og þegar ég segi þetta þá er ekkert við að fólk varð ekki fyrir neinum áföllum fyrir það Nei. það er þetta alls ekki miskillega sem svo en það er náttúrulega mismunandi eftir samfélögum hvernig þú túlkar til dæmis áföll og það er mismunandi eftir samfélögum hvernig þetta tekist á við áföll og eins er mismunandi eftir samfélögum meira að segja sko hvað eru geðsjúkdómar og hvað ekki og þá til dæmis áfallastreituröskun og þá sérstaklega með sko eða þá sérstaklega með áherslu á hermenn og hernað þá er það mjög áhugavert fyrirbrigði. Það er náttúrulega eitthvað sem að allir geta lent í og alls konar áföll auðvitað og mér er nú skemmst frá því að minnast að því að það var einu sinni þegar við hittumst og við settust í stofuna ætluðum að hafa kósí og setja á eitthvað svona kósí að setja á í sjónvarpinu og við endum að horfa á Titanic sökkva í real time á YouTube Já, hugsa sér það svona að því að það var ekki nógu spennandi að hafa bara arineld Nei Þannig að við horfum á það voru 2 tímar og 40 mínútur þetta er svona slow TV en sko Bruce J. Ismay sem að var hann var held í stjórnarformaður heldur ekki eigandi, hann var stjórnarformaður White Star Lines sem var skipafyrirtæki sem var rak Titanic skipið sem var sökk og þau segja sko að þú spurði mig hvað varð hann af því að hann er auðvitað svona söguhetja í þeirri sögu sem er náttúrulega augljóslega áfall og svolítið fræg sögupersóna fyrir þess að gera að hann var svona þessi maður sem átti skipið og reka skipafélagið og var með í ferðinni og þú veist, hann var svona að keyra
skipstjóran til að hvetja skipstjóran til að keyra hraðar og var svona með puttana í málum. Já. En svo þegar það átti að fara að sitja í bátana þá fór hann í hlutverk farþegans og fór í björgunarbát og lifði af og var gaggríndur fyrir þetta. En sko sagan segir að þegar hann var komin út í björgunarbátinn að þá sem sagt segist hann hafa setið og snúið baki í skipið þannig að hafa ekki hort á það sökkva, það hefur verið of erfitt fyrir sig. Já. Og þegar hann var síðan komin borð í Karpathia að þá var farið með hann inn á hérna herbyggi læknisins þar sem hann satt þar alla ferðina og talaði ekki við neinn og þegar var reynt að tala við hann þá stann hann bara fram og svaraði ekki neinu. Já, einmitt. Og var svo bara það sem eftir var ævinar bara í einhverju svona áfalli bara eftir allt þetta og tala ekki þennan atburð og augljóslega var ekkert mikill svona starfsframil meira fyrir hann þannig að við rökklast út úr þessu held ég og svo var ég að lesa þetta hérna, á Wikipedia núna í gær að þið segja sko að bara sama árið hann dó sko að þá fyrst sko talaðan Titanic í fyrsta sinn eftir þetta og þá var það þegar einhver nýr tengdasonur spurðan hérna, já þú veist í hérna shipping hefur þú ekkert verið á skipsflaggi og þá svaraði hann hérna, já ég var eitt sinn í skipi sem sökk sem átti að vera ósökkvanlegt það var fyrsta sinn þá ykkur 25 ár sem hann ræddum þetta sko en þá var ekki til neitt sem hét áfallastreituröskun og engin meðferð við því augljóslega. Næ, og allavega ekki eins og hugtök í dag en það voru til þá önnur hugtök sem notuð yfir þetta. Það líka áhugavert að í svona stuttum máli, ég ætla að tala, við getum farið meira inn á það setna, í stuttum máli, þú getur sagt að þetta séu svona tvær sýnir á þetta, þú veist, annars vegar eru menn sem haldaði fram að áfallastreituröskun, eða þá sérstaklega þá sitt greining þá, eins og hann kemur fyrir í, ég gleymi alltaf hvað hann heitir, ekki DSME greiningakerfi sem notaði í Bandaríkjunum. Já. Og svo annar greiningakerfi sem notaði í Evrópu en alla hana, þetta hugtaki fyrst kemur fram 1980 hann í Bandaríkjunum. Það var þá þeir sem haldaði fram að þetta hugtaki, þetta fyrirbrigði, þessi greining fyrirbrigði hafa alltaf verið til og greiningin eins og hún í dag komið fyrst frá 1980 þannig að til dæmis PTSD það hafi alltaf verið til og þá getur þú sko einmitt hort bara aftur á bak og litið yfir söguna og fundið dæmi PTSD í sakfræðinni og við getum til dæmis litið á nokkur svona dæmi sem áhugavert að menni mitt taka fram en síðan hin sýnin á þetta sem heldur fram að nei, þessi áfallastreituröskun sem kemur fram 1980 þetta sé sérstakt bandarískt fyrirbrigði og þá var bent á hluti eins og þetta sko hvað maður segja, ég myndi vilja segja fragmenteraða eða niðurbrotna bandaríska einstaklingssamfélag og þá munurinn til dæmis sá ef þú ert stríðsmaður í einhverjum ættbálki Papúa Nýju-Gíneu og drepur einhvern í hernaði og upplifir einhver áföll þá þessi sko stríðsmaður ættbálksins kannski fyrst og fremst stríðsmaður ættbálksins, fólk saman í þessu á meðan að við erum svo rosalega einstaklingsmiða samfélag að hermaðurinn bandaríski, norski breski sem sendur eitthvert ber persónulega ábyrgð á eigin gjörðum og það allir með þannig í þessum alþjóða rétti sem stýrir til dæmis hvað rétt og rangt og hvað löglegt og ólöglegt í hernaði þá kemur það skýrt fram og hefur verið skýrt allt frá Núremborgar réttarhöldunum að hinn einstaki hermaður ber ábyrgð á gjörðum sínum í stríði og það náttúrulega munur á því ef þú ert með samfélag þar sem að þú ert með þetta hvað maður segja, þessa félagslega umgjör sem kannski deilir ábyrgðin með þér eða hvort að þú sért einstaklingur stendur einn og berð mögulega þá skömmina og hvað þú gerðir í stríðinu og þá til dæmis að benda á það með PTSD, þú veist, það kemur beint upp úr Víetnamstríðinu. En getur við aðeins definera þetta fyrst? Við erum að tala að bregðast við sjokki, áfalli og þú náttúrulega kemur úr þessu hernaðar umhverfið þannig að það auðvitað það sem þú kannski þekki best. Já, hvernig hermenn bregðast þá við því síðan vandamáli, sko, leiðut farin að tala áfall
þá ertu komin inn í það, þá ertu sagt búin að skilgreina þetta sem eitthvað neikvætt og erfitt og þungt. Já. Og jú, auðvitað er það ýmsu leyti, en áfall er mjög huglægt. Já. Og það er mjög misjafnt hvernig þú upplifir hluti og hvernig menn takast á hluti. En þú lítur að hafa náttúrulega verandi prestur, auðvitað líka kannski komið að þessu sviði, auðvitað líka í algjörlega fyrir utan herinn. Já, og einmitt. Mikið af sorgar, samtölum og sálusorg og allt slíkt. Það er náttúrulega hlutið okkur, mér finnst þetta áhugavert. Og svo náttúrulega er þessi sagnfræðilega áhugi líka. Það til dæmis, það hefur verið skrifað alveg merkilega mikið af sagnfræðingum sem hafa þá skrifað til dæmis bara hvað við segja hernaðar geðlækningar í Sovétríkjunum til dæmis. Það er til dæmis ég getur bara fundið með bókina hérna fyrir fram til dæmis sem þá á ensku heitir Russian Soviet Military Psychiatry 1904-1945. Það er bara pjúra sagnfræði. Nefnum hvað það er bara að leggja áherslu á hverju voru geðlæknarnir sem tóku þátt í stríðinu, hvernig var aðbúnaður hermannanna og slíkt. Eða til dæmis, það var alltaf önnur bók sem ég rakst á hérna daginn, hún er mjög áhugaverð. Diagnosis in Assyrian and Babylonian Medicine, Ancient Sources, Translation and Modern Medical Analysis. En bælti þessi, þú veist, maður er búin að nördast í seinni heimsstyrjöldinni næstu alla sinna ævi. Og maður er aldrei láta sér þetta í hug að það hefur einhverjir geðlæknar í sovjerska hernum 1941-1945. Einmitt. Og þarna er þessi ofur nörd búin að meira þess að byrja, hann er ekki bara áhuga á geðlækningum í Sovétríkjunum í seinni heimsstyrjöld, heldur hann dregur línunar alveg til rússnesk-japanska stríðsins 1904. Já. Og svo aðrir þá eins og með þetta, að þarna eru menn að lesa kúneform texta þá frá Babylóni og Assyríu og að finna þá sögulegar heimildir þar, en þá er einmitt aftur við komin að þessu með hvaða glerugum lesum við söguna. Til dæmis, er búin að ákveða nú þegar einhver hlutu vegna að áfallastreitur röskun, PTSD, sé fyrirbrigði sem hafa alltaf verið til og sé alþjóðlegt og gildi yfir alla menn á öllum tímum. Það er náttúrulega léttara að finna það. Það ertu búin að búa til paradigma, það er búin að búa til form, það er búin að búa til mynstur og þá reynir að finna dæmi úr sögun sem passa inn í það. Það er alltaf hættulegt. Þess vegna finnst mér sérstaklega mikilvægt að maður sé svolítið gagnrýninn út í allt slíkt. En það er þá rauninni bara svo alltaf þegar við notum nútíma hugtök. Algjörlega. Eins og samkynhneigð til dæmis. Algjörlega. Eða þjóðerni, þú veist, og yfirfærum það yfir á sögulega. Já. En þetta er eitthvað sem við nefnum oft í hlaðvarpinu því það er mikilvægt að passa sig á einmitt öllu þessu. Einmitt. Á sama tíma sem maður gerir sig auðvitað grein fyrir því að auðvitað hefur fólk alltaf orðið fyrir einhvers konar áföllum. En það er samt eins og ég voru að segja þessa dæmisögu áðan með Ismay. Já. Að þú veist, þegar maður les hans líf eftir Titanic-slysið, þá hugsa maður bara, ok, hann var klárlega bara með áfallastreitur röskun. Já. Gett verið. Hann geti líka verið með neurasthenia, sem er held í hugtaki sem voru notað fyrir upphafi 20. aldar. Já. Og við getum nefnt, við förum í gegnum, þú veist, fleiri hugtök, setna meir. En það orðlega mis... að því síðan, að þú nefndir líka hvernig maður skilgreinir þetta og það er líka dálítið erfitt vegna þess að þetta getur við dregið fram náttúrulega DSM númer 3 held ég sem er í gangi núna og getum við að lesa nákvæmlega hver skilgreiningin á PTSD er þar. Hvað er DSM? Það minnum þessi DSM, það er þessi handbók sem geðlæknar og sálfræðingar í Bandaríkjunum nota til þess að skilgreina sjúkdóma. Já. Í Evrópu er það ekki notað, það notað sér annað önnur handbók sem man ekki hvað heitir en þú veist það er auðvitað að googla þetta og svo sem en allavega að því ég getum bara fundið þetta og snögt hérna Já, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders Einmitt American Psychiatric Association á meðan að við erum með þetta var nýtt á norsku ICD-11 og það er náttúrulega aðeins munur á þessu og þá kemur náttúrulega líka einn þessi huglægi þáttur í fræðum eins og sálfræði og geðlækningum þar sem þessi huglægi þáttur er alveg spila mikilvægi og stærri rullu heldur til dæmis eða þú ert í hreinni líffræði eða þú ert í
sko taugaskurðlæknum eða öðrum hluta læknisfræðinnar. En ef þú til dæmis googlar þá bara, getur nú bara pröfað hérna, þú veist, PTSD, þá til dæmis mikilvægur hluti af þeirri greiningu sko þessar minningar sem alltaf að koma, þessi flashback, maður sko að köllum það á íslensku. Flashback? Já, það er líka til eitthvað, það er líka til eitthvað gott íslenskt orðið við það, ég hef heyrt það. Aftur hvar, nei, það er eitthvað, en allavega hana. Þá þallir við þessi mikilvægur hluti af því og þá þallir við að hafa mannfræðingar og sakfræðingar og jú, einhverjir geðlæknar bent á til þess að þetta sko, hvernig við sjáum fyrir okkur minningar og hvernig minningar virka í okkar samfélagi öðruvísi heldur en ýmsum öðrum samfélagum og svo er líka mikilvægt að halda þetta til haga að stór hluti af minningum okkar eru rangar. Ef þau til þess barndómsminningar við hefum okkur fullt af barndómsminningum sem í raun og veru koma ekki frá því að við munum raunverulega eftir hvað gerðist heldur vegna að allir kringum okkur búin að tala svo mikið það. Við erum búin að sjá svo mikið af ljósmyndum eða myndböndum eða hvað maður búin að búa til minningar og svo minningar heldur ekki eitthvað sem alltaf kjurt eins minningar alltaf að breytast eftir því sem eldumst. Þetta eins og með lagateksta og fyndið þegar að lögréttumaðurinn var að lesa upp lögin alltaf man engin nákvæmlega hvernig lögin eru þannig að lögin breytast alltaf hvert skiptið sem þau eru lesin og það eins menn að rannsaka þetta eins og með allan svona kvíður og sagnabálka og svona skáldið breytir alltaf aðeins ljóðinu sem skáldið að fara með sami kjarni og allt þannig og eins með minningar en það allir með mikilvægt að benda á það og svo þessi hræðsla og stressið í líkamannum líkaminn í þessu hvað við segja þessu líkaminn undirbúa sig fyrir það að berjast eða flýja eða það maður frýs allt þetta og sérstaklega vakandi tekur eftir í hvað að gerast og eitthvað þeir fastur í minningunni við getum sagt að það sé svona einföldu máli sé það kannski svona kjarnin í þessari greiningu og svo þetta auðvitað mismunandi og þetta náttúrulega eru ákveðin atriði sem þú þarft að einmitt geta að tjekka við og ef þú uppfyllir nóg mörg skilyrði þá færðu þessa greiningu sem auðvitað, ég náttúrulega ekki að greina neitt, ég náttúrulega ekki með þá sérfræði þekkingu en það er alveg að lesa sér til auðvitað það, þú veist, hverju fylgja sálfræðingur og geðlæknar og slíkt en það er svona áhugavert að til dæmis þegar maður þá byrjar að skoða sögulegar heimildir og til dæmis mér finnst það áhugavert að maður getur til dæmis bara byrja hérna á góðu bókinni góðu bókinni að til dæmis sko í 50 Mósebók kapla 20, ég er ekki ofta að fara með biblíuvers hérna svo það er að nýta tækifærið þá er til dæmis verið að tala hernað og það er verið að tala undanþágur fyrir því að berjast og þá meðal annars tekið fram að sá sem nýbúin að gifta sig hann hefur rétt á því að draga sér til hlés nýbúin að planta og eitthvað svona slíkt og svo er áhugavert að síðan kemur þetta ennfremur skur eftirlitsmennirnir bæta við ávarpið til hersins og segja hver sá maður sem hræddur og hugdeigur skal fara héðan og snúa aftur heim til sín svo að bræður manns fallist ekki hugur eins og honum og nú erum við strax komin inn í túlkuna hvað þýðir það nákvæmlega og hvað er verið að ýja að er verið að ýja að áfallastreituröskun hugdeigur, sumir myndu þá geta gert það sérstaklega ef þú heldur að áfallastreituröskun eða PTSD það hafi alltaf verið til þá er þetta gott dæmi það að menna aðrir myndu setja spurningamerki við þá og segja kannski bítu nú er að tala allt annað samfélag heldur en okkar en þú veist þetta einmitt spurning sko, hvernig ætlar að túlka þetta og þá eins getum við núna hoppað ennþá lengra aftur í tíman við getum hoppað sko 3000 ára aftur í tíman og ef þú tekur þá til dæmis þess að þá assyrísku texta en það orður til dæmis með hérna sko hérna er þá texti það sem segir sko ég tekið það hérna á ensku if his words are unintelligible and depression keeps falling on him at regular intervals and he has been sick for 3 days og síðan stoppa textin og þá einmitt spurning líka þú veist hvað er þetta mögulega ok, hann er búin að vera þunglindur það er búin að vera eitthvað erfitt ok, 3 dagar í hernaði þá það er nefnilega það sem maður líka veit ekki þetta er bara svona brot sem maður er með en síðan getur að því síðan er líka spurningi sko, ok, er þetta þá mögulega eitthvað áfall eða er maður bara að takast á við eðlilega sorg og eðlilega sorgarviðbrögð af því það er líka mikilvægt að halda því til haga þú veist, það er eðlilegt til þess að vera sorgmættur ef maður missir eitthvað
En eins og þú veist að tala að nú þessu biblíuteksta sem að þú veist það vera að vísa í hernað og þeir eru sko ok, ef hann hugdeigur þorir ekki í slagsmálin þarf það endilega að vera maður getur sagt, kannski það áfallastreitur kannski það mennsk hegðun sem við köllum í dag áfallastreituröskun sem við erum búin að greina sem það en það kannski líka bara mennsk hegðun að vera hræddur í stríði nákvæmlega þó það hefur ekkert endilega upplifað eitthvað áfall Já, það nefnilega mjög góða punktur þess vegna svo mikilvægt að maður sýnir náttúrulega aðgátt en pirrar það þig ef einhver bendir á svona texta og segir já, hérna verið að tala áfallastreituröskun Nei, það pirrar mig ekkert en þú veist að koma spurningamerki við þetta Já. vegna þess að þú veist, þú ert þá nú þegar búin að gefa þér að já, áfallastreituröskun eitthvað sem hefur alltaf verið til en ef þú byrjar að skoða textana og skoðar sko einu sögulega heimildir að þá það ekki svo einfalt til dæmis þetta næsta sem við oft vísaði líka If a person continually sees dead persons in his dreams ok, og svo sem brotna textin og hefur ekki meira hvað þýðir það? Þetta oft notað sem dæmi áfallastreituröskun og sögulegum tíma Til dæmis í þessari bók læknisfræðina hjá Assyriumönnum eða úr assyrískum og babylonskum textum þá eru þessi tvö brot sem ég vísaði núna þá koma þau undir einum af köflunum það sem sérstaklega tekið fram sko dæmi PTSD en það alveg spurning, ok, ef þú dreyma eitthvað sem látin ekki eðlilegt að dreyma til dæmis hvað við segja, látna foreldra sína sískinni, besta vin eða hvað það þú veist að það mismunandi hvernig draumar eru hjá fólki Jú, þú veist það getur allir gangur á því og það getur auðvitað að vera áfall á því og síðan vel að merkja ég ekki fara að halda þig fram að PTSD sé ekki til sko, alls ekki en það samt það sem ég sérstaklega áhverð þess vegna sem mest hugmyndasagan svo skemmtileg en maður getur alveg auðvitað að setja spurningamerki við allt þetta af því það ekki svona einfalt kannski Nei. maður þarf alltaf að passa sig þegar maður koma með svona túlkanir og horfa aftur og bak af því líka því við erum með svo lítið heimildum þetta En núna erum við að tala sko eins og ég sagði sko mennska upplifun við erum ekki að tala eitthvað svona social construct eins og þjóð nei. eða stjætt og þess vegna kannski mér finnst mér vera meira kannski þú veist að segja hérna já á miðöldum eru hérna menna þetta er þjóðaruppbygging hérna á miðöldum eða eitthvað svona svo eru aðrir sem eru að mótmæla því og segja þú veist þetta var ekki þjóði nútíma hugtak og svona eða menn að nota nútíma hugtak eins og ríki eða svona nútíma hugtök sem að tengjast sko einhverju svona huglegu félagslegu eitthvað sem ekki eitthvað áþreifanlegt heldur kannski eitthvað menningarlegt eða félagslegt fyrirbæri en þannig er þetta að tala bara svona mannlega upplifun þú veist það vera hræddur í tengslu við hættu það hlýtur að vera eitthvað sem menn hafa alltaf upplifað algjörlega og það að líða illa eftir áfall það er þetta bara eitthvað sem er að gerast inn í heilanum á okkur alveg rétt þannig að mér finnst ekkert óeðlilegt við það að þú segir skilur í dag erum við með fræðigrein sem heitir geðlækningar eða sálfræði og þar erum við búin að stúdera þessa hluta náttúrunnar sem er mannlegt eðli og setja nafn á það alveg sem við stúderum eldfjöll eða eitthvað sem er hluti á náttúrunni hefur alltaf verið til en núna skoðum við hvað er eldfjöll að gera svona og við köllum það eldgos og þá fyrir við aftur í fortíðin og segjum skilur þetta lítur að vera eitthvað sem er hluta mannlegu eðli og ég er alveg sammála því en munurinn þú náttúrulega að því að stóri munurinn þú veist að PTSD áfallastreituröskun er náttúrulega hvað var að segja, geðrænt kvilli það er ekki eðlilegt viðbragð það er munurinn sko að því spurningin sko hvenær verður eðlilegt viðbragð við áfalli eins og bara sorg, það er eðlilegt að vera sorgmætur en það er mikill munur á því til dæmis að vera sorgmætur eftir til dæmis að missa eitthvað og síðan klínist þunglindi og þar sem kannski munurinn liggur fyrst og fremst að því þú veist hvenær er verið að tala bara eðlilegar mannlegar tilfinningar og hvenær er búið að gera eðlilegar mannlegar tilfinningar þá að sjúkdómi
og þá er auðvitað þegar við búið að gera þá við náttúrulega sögulegar heimildir Ég skil Það til dæmis hið eðlilega viðbragð við öllum áföllum að maður tekst á við áfallið styrkist við áfallið og þroskast og verður hvað maður að segja harðar af sér ýmsu leyti það eru bara kannski 20-30% sem lenda í mjög alvarlegum áföllum sem fá síðan þá áfallastreitu röskun eftir það alveg sama hvers eðlis áfallið og þetta getur það verið aðeins breytilt út og maður alltaf passa sig á tölfræðu og þannig en til dæmis með hermenn algjör minnluti hermanna fá þá til dæmis áfallastreitu röskun langflestir hermenn fá það ekki og til dæmis ég las rannsókn sem var ekki bara gefin út núna í ár á norskum hermönnum sem hefði verið í Afganistan og svo rannsókn sýndi til dæmis að það var bara 4% af hermönnunum þar sem voru með áfallastreitu röskun og það er nefnilega líka það sem er dæmið því síðan þegar þú ert með svona lítið af heimildum og svo þú ert farin að lesa heimildirnar eins og bara næsta dæmi til dæmis og tekur til dæmis Gilgamesh kviðu þegar Gilgamesh missir vin sinn Enkidu og þá að tala það hvað hann sorgmættur og Gilgamesh grætur hann er bitur og hann heldur út í óbyggðirnar og syrgir síðan og segir sorgin hefur sigrað hjartað mitt er það ekki bara eðlilegt viðbragð að missa besta vin sinn? Jú. Ég myndi ekki segja að það er mjög erfitt að fara að gera það að sjúkdómi og segja að þetta sé áfallastreitur röskun. Er fólk að segja það? Já, þetta er tekið sem dæmi áfallastreitur röskun. Oft notað sem fyrsta dæmið. Já. En svo til þess að benda á að menn séum að geta að grípa kannski allt úr lausu lofti og orðstan við marathon til þeim sem er mjög áhugaverð. Já. Og núna hoppum við aðeins lengra fram í tíma en það er líka atburður sem átt sér stað þar. Það er Heródótus sem segir frá því að þar hafi Episelamos Kúfagórusar sonur þá hafi hann staðið á víglínunni og tekið þátt í orustunni sem hóplíti sem hermaður og vegum Aþenuborgar og svo þegar persnesk herinn mætir þeim þá mætir honum stór og mikill persneskur hermaður með mikið skegg og skeggið var svo mikið að það náði yfir allan skuldin þannig að hann er rosa ógnandi og ólugrið og heldur fram og ætlar að ráðast á hann en hann fer fram hjá honum og drepur sér mann við hliðina á honum og upp frá þessu þá lýsir Episelamos því hvernig hann missir sjónina og er blindur sem eftir er og Heródótus segir frá þessu og þetta er oft notað til þeim sem dæmi einstakling sem hafi þá fengið áfallastreitu röskun af því að hafa upplifað svona rosalega mikið stress og hræðslu á vígvellinum þannig er mikið mikið öruggari fótfestu en þetta er með einstakling sem lýsir því að hann varð ekki fyrir neina áfalli hann var ekki laminn, hann var ekki fyrir einhverjum höfuðáverkum var ekkert slíkt en hann missir sjónin engu að síður út af ykkur eins og Heródótus lýsir þessu sem var þá andlegt áfall þarna getur vel verið að þarna erum við að tala kannski áfallastreitu röskun Getur menn mist sjónina út af áfalli? Já og það er þekkt og sérstaklega þekkt á 20. öld og gerðist til dæmis töluvert af því í fyrri og seinni heimsstyrjöld að menn eru blindir og það án þess að það væri einhverju höfuðáverkar eða eitthvað slíkt en síðan er það sem er svo áhugavert líka að það munur líka á nálguninni hvort sem þú ert geðlæknir eða sálfræðingur og þess vegna hef ég og það er einmitt stór hluti af því okkur ég hef endalaust verið í ykkur námi er mér svo áhugavert að alveg saman hvað fag þú tekur fyrir þig að fagið sem þú lærir þú borðið þetta saman við fjall að þú ert að læra eitthvað nýtt fag þú ert að klifra upp á fjallið og svo þegar eftir náttúrulega bara spurningar sem mikið þú stúderir eitthvað hversu hátt þú ferð upp á fjallið en þegar þú ert komin til tölvöld langt upp og þá náttúrulega er það ákveðin sjónarhóll sem þú getur notað til þess að líta í kringum því og það er náttúrulega mismunandi hvað þú sérð eftir því á hvaða fjallið þú ert þannig til dæmis ef þú ert að nálgast eitthvað út frá mannfræði og mismunandi strauminu mannfræðinar þá spyrðu allavega öðruvísi spurninga en til dæmis ef þú ert að nálgast eitthvað út frá félagsfræði eða heimspeki eða líffræði og þá náttúrulega einsliður sem er geðlæknirnir þeir fyrst og fremst nálgast geðkvilla sem líffræðilega líkamlega sjúkdóma það er þessi lífefnafræði auðvitað taugabóðin það er þessi líffræðilegi þáttur á meðan að sálfræðingurinn nálgast geðlækningarnar eða þessa sálrænu kvilla mikið meira út frá þessu
andlega og huglega já. og það auðvitað, þú veist, það meikar alveg sens Já. en þá náttúrulega spyr maður auðvitað mismunandi spurninga og svo er langt í frá að annað sem mögulega réttar eða rángara vegna þess að allt er náttúrulega svo samansett og svo getur maður meira að bætta í þetta með að gera þetta ennþá flóknara með til dæmis að koma þá með sagfræðina þess að sagfræðingur getur byrjuð að spenda á hvernig stendur á því að kollegar þínir í sálfræðinu kölluðu þennan sjúkdóm þetta og voru með þessi skilgreiningaratriði en okkur þú með þessi skilgreiningaratriði hvernig stendur á því að geðlæknar allt í einu voru að tala um þennan sjúkdóm hvernig stendur á því að þessi sjúkdóm geðsjúkdómur sem var rosalega mikið vandamál fyrir 100 ára sínum allt í einu hvarf eins og dögg fyrir sólu en þá er líka spurning það er eitthvað sem er að gerast Já. og það eru spurningar sem líka mikilvægt að spyrja Eins og hystería legsjúkdómurinn eða hystería því er bara leg Já. það er bara móðusíki þetta er bara, þú veist, þú kalla þetta kettlingasjúkdóm eða eitthvað þannig þetta er rosalegt nafn Rosalega svona og hryllilegur hnjóður á sögu geðlækninga og sálfræðinar Það er auðvitað líka með eins og í samkynhneigð skilgreind sem geðsjúkdómur alveg fram til Ég man ekki hvernig þeir afnumdu það en það var bara afnumið í Bandaríkjónum þá mitt í DSM Já, mjög sent sko held ég bara á 9. ára 9. og það var nú bara afnumið með einfaldri kosningu það var bara upp með hendina þetta geðsjúkdómur eða ekki og svo var meirihlutinn sem sagði að það var ekki lengur geðsjúkdómur Einmitt Þetta er alltaf þessi huglægi þáttur Já og þess vegna eins líka, þú veist, að maður hoppar til þeimins frammeilins miðaldir þá til þeimins áhugavert að við erum sett með rit sem fjallar pílagrímsferðir til þá Jerúsalemar og hvað kalla svona hetjudáðir Ríkharðs Ljónshjarta og í þeirri bók til dæmis að þá sem að talað pílagrímana og sagt sko að hjörtu þeirra hafi verið sko stungin af sorgum og það hafi verið sko svona öðruvísi þjáning en þeir sem til dæmis dóu eða létu svo sjúkdómum eða eitthvað slíkt og þá er einmitt líka spurningin sko þú hélst í þessa hryllilegu pílagrímsferð þú upplifir svona svo mikið hrylling hungur, þorsta þú sást fólk myrt einhverjir teknir og hneftir í þrældóm hvað fólk ekki upplifið og sá og sem að það var hryllilega erfiðar margar af þessum ferðum Einmitt er þetta ekki bara eðlileg sár á sálinni sár einstaklingsins sem lifðu af þess atburði eða er þetta áfallastreituröskun það líka mjög snúið og þá til dæmis komum við aftur af þessu það til dæmis áhugavert það hérna tildurlega fræg biblíán þekkt sem Morgan-biblían eða sem Maciejowski biblían og þetta er handrit biblíuhandrit sem búið að skreita Gamla testamentið og hún er svo áhugaverð fyrir þær sakir að þarna verið að sýna sko gamlar biblíumyndir það verið að sýna til dæmis Davíð konung og það verið að sýna hann einhverja spámenn og hitt og þetta en þau eru allir sýndir í miðaldaklæðnaði 13. aldar þannig að hernaðurinn eftir því þú veist það eru rittarar í þungum brynjum og með sverð og þú veist þetta er bara alveg eins og sá samtími var maður sér það, ég er að skoða myndir á sérna núna þetta er náttúrulega bara og þetta er náttúrulega svo gott dæmi það hvernig maður þarf að passa sig á því að vera ekki að varpa samtíma sínum yfir á fortíðina nei, þetta er svona svo skoða þessu stundum í dreifingu og samfélagsmiðlum og svona hugmyndir manna á 19. öld hvernig framtíðin verður það sér alltaf í ykkur svona 19. aldar fötum og einmitt og eins bara þú horfir á til dæmis endurreisnarmálverk eða þess að þegar við sjáum eins og Star Wars og Star Trek og svona með eitthvað svona skjái og takka og eitthvað svona í gameskipunum sko. nýjasta tekni 9. áratugurins en jú eins og bara með eins og endurreisnarmálverkin þegar verið að sýna Alexander Mikla eða Júlíus Caesar þessi menn eru oft sýndi bara í sömu herklæðum og hvað við segja 14. öldin, 15. öldin þú varpar alltaf auðvitað eigin hugmyndum yfir á en segð mér þá eitt í tengslu við þetta að ganni þegar við hugsaum svona biblíumyndir og svona gömlum einhverjum svona það er svona yfirleitt eitthvað sem maður sé fyrir sér frá okkur svona 20. aldar einhverjum svona illustrations eitthvað starf og það sem að
fólki klætt í svona klæðnað eins og þá hafi verið í á tímum Krists kubla og svona sem kannski ekkit endilega sagfræðilega rétt en þú veist láta það líka með öllu hluta eldri biblíumyndir sem eru þá kannski frá miðöldum jafnvel samber þetta eru þeir þá ekki í miðaldaklæðnaði eins og hérna í Morgan-biblíunni eru þeir þá látnir vera í rómverskum klæðnaði eða í almennt eru þeir í miðaldaklæðnaði ég held að ástæðan fyrir kannski maður tekur Morgan-biblíunna fram er að vegna svona svo sérstaklega skreitt það var lagt svo mikið í myndskreitingarnar einmitt. Það er aðalega þess vegna sem hún sko ber af já, menn íslensku handritin þau eru náttúrulega með myndir líka já en það er nú kannski ekki svo mikið af einhverju sem ágerist í fortíðinni, ég veit ekki það ekki. Er ekki til dæmis Óðinn? Er ekki fræg mynd sem Óðinn sýndur bara í 13. aldar klæðnaði? Jú, kannski. Ég held það. En þarna nú einmitt komin að annað, hvað við segja, fræðasviðið undirgerðin sögunar sem náttúrulega listasaga sem við nú höfum verið afleitir að taka upp. Við getum gert einhverja þætti það. Algjörlega, sko, nú ég hérna með fyrir fram mig myndina af Óðni sem hérna úr íslensku miðaldahandriti sko og hann hérna með skegg og eitt auga og getum ekki séð að hann sé jú, ég myndi nú kannski frekar að segja að þetta veri svona miðaldalegt, en ég meina fólk á miðaldum hafði ekkert endilega kannski svo mikla kunnáttu nákvæmlega það nefnilega það klæðnaða í fornöld það ekki hugmyndið það en við höfum það auðvitað því að við höfum fornleifafræðina og sagfræðina og einmitt og alltaf sama með, þú veist, endurreisna málaran sem var að reyna að mála eitthvað þú veist, hann, eða til dæmis hann og frækt hann ekki ljónið í hann Grímsvald kastali eða eitthvað í Svíþjóð þar sem var augljóst að uppstoppar hann ekki sé ljón áður þegar var að uppstoppa þetta ljón þetta svona vanskapa ljón já. Og það er líka frækt þegar menn voru að setja saman það er frægur einhyrningur í Þýskalandi ég manu ekki hvað af hverju beinagrindin en þannig ekki einhyrningur en það er alveg afleitt hvernig hún sett saman því menn höfðu ekki hugmynd hvað þau voru að gera og með takmarkaða beinum menn geta að googla þetta og einmitt með þú veist fyrstu eitthvað svona rísælu beinin og eitthvað þannig en síðan aftur á móti líka við getum sagt sko að þau eru komin fram á 16. öld þá ertu með meira af heimildum og þá stendur kannski tryggari undirstöðum og því til dæmis það oft verið bent á til dæmis Henry IV leikriti eftir Shakespeare Hinrik Hinrik IV Hinrik auðvitað og þá til dæmis hún Lady Percy ég veit ekki hvað hún kallar á íslensku en segir hún bara Lady Percy þá hún að tala við eiginmann sinn ef mann rétt og þá segir hún sko hversu oft hef ég ekki heyrt í svefni sko kalla cry courage to the field and thou hast talked of sallies and retires of tents og svo haldið áfram þar sem hann þó í svefni að öskra upp yfir sig og sækið fram og tala augljóslega hernað einmitt þetta getur verið gott dæmi þetta áfallastreitur en já, ég er alveg sammála því að þú veist þarna eru menn að koma með eitthvað kjöt á beinið þarna er eitthvað að fara að ræða málin en ef maður hoppar þú veist aðeins lengra fram svona svipuðu tímabili að þá til dæmis er þetta áfallastreitur er þetta nostalgía boom hvað er nostalgía? það er nefnilega það nostalgía, það er nefnilega þessi andlegi kvilli sem sérstaklega hrjáði heri frá svona 1600 fram til 1900 en byttu mér var kennt að nostalgía væri jákvæð ekki á þessu tímabili góðar svona rose tinted glasses minningar fortíðina einmitt og það síðan setni tíma fyrirbrigði þegar sko listamennirnir tóku upp og í rómantíkinni þessa strauma, þessar hugmyndir og gerðu, hvað maður segja þessar hugmyndir, komið þeim á framfæri að því sko fyrst getur við nú talað þú veist, hvað bara svona almenn einkenni á nostalgíu það alveg almenn sorg ég verði aðeins að stoppa þig sko
það algjörlega nýtt fyrir mér að nostalgía sé eitthvað skonar kvilli eða greining. Nákvæmlega. Nostalgía skilgreind hérna sem longing for the past, its personalities, possibilities and events, especially the good old days or a warm childhood. Jep, það þýðir það í dag, en ekki þegar að hugtaki var búið til vegna þess að þetta sko svona nýyrði. Já. Þessi að hljómar eins og latína eða gríska og það hluta til því nostos þýðir heimferð en orðið algos þýðir sársauki. Þannig að þetta heimferðar sársauki. Þetta sársauki sem tengist því að þráða að komast heim og til dæmis líka litað af þýska hugtækinu heimvehe. Já. Og tengist sérstaklega svissneskum málaliðum. Einmitt. Að því hugtæki kemur fyrst fram hjá honum Johannes Hofer sem Getur það verið þá heimþrá? Heimþrá, jú, myndu kalla það bara heimþrá. Já. Það orðið sem við myndum nota, heimasársauki, jú, náttúrulega nærði, nostalgía, þú veist, heimferð og sársauki, en heimþrá, jú, það það hugtæk sem við myndum vilja nota yfir þetta. Já. Og þá það sársaukafull heimþrá. Þú þráir það að komast heim. Þannig að þegar þetta kemur fyrst fram á 17. öldinni og 9. öld, þá þetta sérst neikvætt fyrir þessa svissnesku málaliða sem eru með heimþrá og það þá eitthvað að þeim, látið ekki svona. En í romantíkinni til dæmis, þá kannski verður þetta og 19. og 20. öldinni þá fara menn að breyta þýðingu hugtaksins. Það meitt. Að því hann Hofer, læknirinn, hann kynir þetta hugtak í sinni doktorsritgerð. Þú getur sagt það við krakka í sumarbúðum eða eitthvað. Hann þjáist af heimþrá. Já, einmitt. En þetta var líka þekkt. Þetta þjáist af heimþrá. Þetta var líka þekkt sem Helvetica melancholy. Já. Helvetia, það þetta gamla latneska heitið yfir Sviss. Og svo kemur þetta melankólian inn í þetta. Og þetta var döðans alvara því þú gast stáð úr þessum sjúkdóm. Þó við hlægjum að þessu núna. En á þessum tíma þá dóum menn úr heimþrá. Kannski dó Napoleon úr heimþrá. Já, spurning. Og á árunum 1803 til 1890 þá voru skrifað 60 doktorsritgerðir heimþrá. Já. Sem þá sem sjúkdómur þá. Já, sem hrjáði sérstaklega hermenn og þessi sjúkdómur hrjáði sérstaklega franska herinn í bæði náttúrulega byltingunni og öllum stríðunum í kjölfarið því og Napoleon stríðin. En það náttúrulega var stanslaus hernaður við 1793 til 1815. Og þetta var það, og þú veist, það augljóst þetta var mikill kvill og mikið vandamál þegar eru 60 doktorsritgerðir á þessum tíma. Það eru margfalt fleiri sem eru í doktorsnámi í dag heldur nokkuð tíma voru þá. Einmitt. Þetta gífurlegu fjöldi. Og og var þá sérstaklega litað af auðvitað á sorg og þessari heimþrá gat líka lýst sér í hjartsláttarkvilla, svefnleysi, matarleysi, hinu á þessu. Og við getum eiginlega sagt að í ýmsu leyti þá var þetta heyrðu, hvað það sem að hrjá viðkomandi? Það nú ekki alveg gott að segja. Ég finn ekkert almennilega hvað það heimþrá. Þú skilur þetta svona síðasta sem hún getur gripið til og hver var lækningin við heimþrá? Senda við komið heim. Það var náttúrulega ekki alltaf eitt. Og það sem svo sérstakt, að árið 1900 þá bara hverfur þessi sjúkdómar. Svo dögg fyrir sólu. Hætt að nota þetta. Og það var einmitt spurningin, þeir eru með svona brot líka alltaf, en það koma síðan þá aðrar greiningar. Hvað fyrirbrigði það? Af því það líka stór spurning. Af hverju hvernig getur allt í einu skilgreining og sjúkdóm bara horfið úr mannkynssögunni? Ef þetta svo sjúkdómur sem alltaf verið til á öllum tímum og gildu fyrir alltaf. Það ekki svo menn hafi þá komið bara með eitthvað nákvæmlega með aðeins breytinga á nostalgíu hugtakinu. Það bara vísindasamfélag á sínum tíma snýst gegn þessu og segi hættir að nota þetta og þá hverfur þessi greining. Þannig upp úr því þetta kannski líka bara saga læknisfræðina, skilur ég meina. Það breytist þetta líka bara hvernig menn hvað menn að skilgreina og sem sjúkdóm og og það var líka spurningin þó, eru þá menn að skilgreina eitthvað sem eðlilegt sem sjúkdóm?
Já, einmitt. Heimþrá. Já. Og þá þegar menn voru að deyja úr ykkur öðru, þú veist, ok, hvað annað var það þá sem voru að deyja úr? En, við myndum öll vera sammála því að heimþrá ekki sjúkdómur. Það eðlileg tilfinning. En heimþráin svo slæm og þú deyrður henni. Já. Þá ertu ekkert að deyja úr heimþrá. Hvernig getur þú sagt það? Þú veist, við erum að tala um það. Það var eitthvað annað að þér. Það eru 60 doktorsritgerðir sem voru skrifaðar þessum tíma. Já, jú, svo getur við sagt í dag við með okkar kenningar og mikið meira þekkingu, en ok, þá ekki menn að fara líkt tilbaka eftir 100 ára og horfa á okkur og býta, hvað kjartaði með þetta PTSD-maður? Nei, þetta eitthvað annað. Það getur verið, en ég minni svolítið það var stundum í gamla daga. Já, maður ekki heyrt það í mörg ár, en það var stundum sagt í gamla daga. Hann las yfir sig. Já. Það er ekki því? Já, ég maður til því. Það tala að fólk hafi lesið yfir sig. Já. Þetta las hann ekkert yfir sig, bara eitthvað annað sem var að honum. Skildur ekki ekki að sjúkdómur sem kemur venjulega fram við úlingsár eða tvítugt eða stress eða eitthvað. Já, ég myndi það líka hlutaði, þú erum með einengja týpura, annar fær geðklofa og hinn fær ekki geðklofa, vegna þess að geðklofa ekki bara líffræðilegur, heldur líka félagslegur. Já. Og svo líka þetta með Torfa klifur upp á mannfræðifjallið og bend á geðklofi, já, okkur finnum við þann geðsjúkdóm ekki hjá fullt af þjóðflokkum og mismunandi samfélögum, okkur finnum við ekki geðklofa allstaðar. En það samt þannig? Jep. Nei, ég meina sko fullt af geðsjúkdóma sem finnur ekki hjá öðru fólki. En það ekki bara það ekki verið að greina það? Alveg svo, þú veist, í Zimbabwe þar engir samkynniðir sko. Já. Þú veist, samkvæmt þeim sko. Já, samkvæmt þeim. En það samt líka því það spurning sko, hvað hvað þýðir að vera veikur og hvað ekki, til dæmis anorexia mjög vestrætt sjúkdómur. Já. Og til dæmis á 10. áratugnum í Hong Kong, byrjun 10. áratugarins, maður geta googla þetta líka, ég man ekki hvað hann heiti, það var Hong Kong, það var geðlæknir, ef mann rétt, geðlæknir og læknir í Hong Kong sem einmitt hefur skrifað alltaf þetta, hvernig vestrænir sálfræðingur og geðlæknar, ok, passa mig kannski aðeins hvernig ég orða það, en svona kynntu anorexíu til sögunar í Hong Kong á 10. áratugnum því að anorexía var óþekkt þar og síðan komu geðlæknar, óþekkt í það að hún var ekki greind, það var enginn að deyja úr anorexíu. Já, en þú getur samt líka sagt að það var enginn greindur með anorexíu í vestrinu áður en að skilgreiningin kom fram. Þú veist, það var enginn greindur með ADHD árið 1960 þegar kynslóð foreldrar okkar var að alast upp. Bara í dag greinir maður það. Tökum anorexíu sem dæmi, ok, ef fólk var að horfa sér í speilin og fannst það vera rosalega feitt og neita að borða og svelta sig í hel, þá myndu við þá væru til heimildur það fyrir 100 árum síðan, 200 árum síðan, 300 árum síðan. Já, en það getur líka verið kannski sko að, nú ætlum ég ekki að láta sér vita eitthvað um þetta, en ég bara velta þessari spurningu fram. Það auðvitað samfélagslega mótað líka, þú veist, pressa á útlitspressa. Einmitt. Já. Þannig að kannski þessi greining sjúklegt viðbragð við þessari pressu. Einmitt. Það getur alveg verið það. Og þess vegna það ekki til kannski í samfélagum það sem ekki þessi mikla pressa og það að vera ekki feitur. Og þannig er komin inn á það sem ég var að benda á, þá þetta orðið sko félagslegt, þá þetta socio-kulturelt, socio-cultural, og þá erum við ekki bara að tala um einhverju sko algilda líffræði alltaf, heldur við líka að komin inn á huglega þátt, sem hann breytist, og það kannski fyrst og næst það sem ég að benda á, að þú ert líka með sjúkdóma, það er með frækt dæmi, flóttamenn frá Laos, sem dóu úr því að það var einhver Laos púki sem ofsóttu þetta fólk og drap það. Og þegar ég segi að púkin hafa ofsótt að drap það, þá trúi ég náttúrulega ekki að það hafi verið þessi púki, en trú þessa fólk var svo sterk, og þetta, menn getur googlað þetta líka, þetta heitir eitthvað Laos eitthvað syndrom, þetta var sett í Bandaríkjunum upp úr Vietnamstríðinu og kommunistarnir tóku líka yfir í Laos og þetta var fólk frá frumstæðan hluta Laos og þetta fólk það rofnuðu tengslast við forfeðurnar og forfeðar trúin var svo mikilvæg hjá þeim og það var hluti sem þetta þeirra menningu og ef þú passar ekki við forfeðurna þínar þá kom þessi púki og ofsótti þið og gat drepið þið og fullkomlega heilbriðir menn dóu í svefni úr ofsahræðslu vegna þess að þeir trúðu því að þetta fyrirbræði vera eftir þeim, þessi púki og svo vandi þetta upp úr sér
En þá dóu þeir ekki af púkanum, heldur þeir dóu af ofsahræðslu. Og þeir trúðu þeir dáu út af púkanum. Og hvernig getur þú sagt við þetta fólk að það ekki dáu út af púkanum þegar trúin svona sterk? Já, en þú varst að segja, þeir dóu úr ofsahræðslu, skilur. Já, segja læknarnir síðan. Að það eina útskýringunum. Þetta hefur ekkert verið, það var mjög erfitt að útskýra þetta og við segjum það og ég hallast að þeirri útskýringu við það. Já. En í þessu fólki, og nú er ég ekki fara að tala fyrir einhver algjörir menningar afstæðishyggju, en þetta þú veist, fyrst og fremst gott dæmi hvernig sjúkdómar geta verið og kvillar geta verið menningalegir og til dæmis Já, en þannig ertu talað bara mjög mikið menningalegt, það svo mikið félagslegt kúltúrelt álag á þig út af þessu að þú derður ofsahræðslu. Já. Þetta svo kannski segjum til mér nasistar sko sem voru í helförinni sem að flúðu síðan. Ég var að lesa nýlega hann hvað hét hann Otto hvað hann var austurískur, var í Sábebor og Stigl eða eitthvað og var í flúðu síðan til Suður-Ameríku og lifði þar ykkur 10-15 ár og síðan var hann gómaður sko og dæmdur síðan sko. Já. Og deyr síðan bara sko, kannski 1-2 árum eftir og það er rosalega svona fjölmiðla athygli og allt það og deyr úr einhverju sjúkdómi, skilur, að því það svo mikið, kannski að því það svo mikið álag á hann áttur að vera í þessu mikið tilfinningalegt álag bæði náttúrulega allir þessir glæpir sem þú gerðir og svo náttúrulega allir vitum það og allir hata þig og allt þetta fólk kannski höndlar ekki þessa socio-kultúral pressu sem á þeim og mjög mörg dæmi þetta svona fólk bara sem, og þá getur þú sagt þú veist að hann dó kannski ekki úr skömm nei. Hann dó kannski úr segjum kvíða eða áreiti á hjartað eða eitthvað Já, einmitt. En síðan samt, eins og ég sagði núna, það kannski gott að það sem það að passa sig, ég sagði hann að dó úr ofsahræðslu gerði hann það eða er það bara ég af því ég trúi ekki að hann hafa dáið út af því að púkinn hafi verið að ráðast á hann en þannig þetta gott dæmi það hvernig ég þá að heimfæra mína heimsýn yfir á annað fyrirbrigði og ég ætla að googla þetta núna snöggt og aðra menningu Sudden Death in Sleep of Laotian Hmong Refugees in Thailand þannig að fólk getur bara að googla þetta er þekkt fyrirbrigði Sudden Unexpected Death og þá til dæmis og þeir deyja þá í svefni það er líka áhugavert, þeir deyja í svefni og til dæmis það er svolítið merkilegt að margir lendi þessu allavega með 16 dæmi þetta held ég í Bandaríkjunum það er svolítið skrítið og þá til dæmis þetta er abstrakti og síðan lokin Sudden and unexpected death during sleep of young adults is a regional phenomenon within Asia and occurs in populations that are culturally and genetically distinct. Migrants from affected populations in Asia carry with them the susceptibility to sustain death in sleep þetta ungir, heilbrigðir einstaklingar sem deyja allt í henni í svefni og aftur á anorexíunni ef ykkur hefur áhuga á því þá til dæmis að googla hann doktor Sing Lee sem prófessor í geðlækningum sem hefur rannsakað mikið til dæmis hvernig þessir sálfræðingur og geðlæknar komu til Hong Kong í 10. áratugnum 1994 ef mann rétt til þess að svona tala hættur anorexíu og tóku þannig raun og veru með sér þennan kvilla því að anorexía var óþekkt og Sing Lee er sérfræðingur í þessu og hefur rannsakað einmitt á svona kvilla líka í Hong Kong og var þá sérfræðingur í átröskun þeir koma og eru að tilkynna þetta og það er tilvílun að deyr þetta ung kona úr einhverjur átröskun og það verður rosalega mikið talað þetta í fjölmiðlum og anorexia bara springur hvort það var aukist 1000% eða eitthvað slíkt mörg 100% allavega og þá er aftur komin inn á þetta hvernig sjúkdómar, sérstaklega andlegi sjúkdómar geta verið menningarlegir, félagslegir að ákveðnu leyti og það er svolítið óhugnulegt að þú ert líka með önnudæmi með í sögunni eins og ég nefnt, við höfum ekkert talað það maður hvort það verið hlaðarpinu dansmania miðalda þar sem að menn fengu dansmanju og dönsuðu sig til grafar menn bara dönsuðu og svo hrundu menn bara niður látnir og
Og þetta var sjúkdómur sem breyttist aldrei úr sér. Kall þetta sjúkdóm, skilur. Hvað ætlar þessi kallað annað þegar fólk dansa þannig hvað þetta deyr? Þetta ekki bara eins og þeir að sagt að þú lesir yfir, skilur. Þú kannski lendur menn í einhverju geðveiki, skilur. Já. Og í ákveðinni menningu og á ákveðin tíma birtist það í hegðun sem að dansa sig í hel. Já. Skilur. Maður sem myndi vera með sama sjúkdóm í dag eða hvað sé sjúkdóm, eitthvað sem undirliggjandi kvilla kannski eitthvað slíkt myndi kannski ekki dansa sig í hel í dag myndi kannski, það myndi kannski gerast eitthvað annað byrtast eitthvað á annan hátt. Já. Ég hallast líka ég hallast alveg þeirri skilgreiningu en síðan alveg samt spurningir hversu mikið þetta bara okkar vísindalega heimsýn að reyna að skilja. Þetta er auðvitað svona eins og þegar við erum alltaf að yfirfæra við tölum um galdrafári Einmitt. Hvað var í gangi þarna? Já. Og þú veist, þá eru sumar skýringar auðvitað, skilur að hérna var kannski á ferðinni veikt fólk, sko. Til dæmis. Maður getur alveg ímyndið sér það allir, það sé eitthvað sko félagslegur hluti af heildinni, til dæmis þú tekur Nortnafárið í þessum bæjum til þessi Bandaríkjónum, að þarna hafa verið eitthvað skona múgsefjun, einhvern veginn svona samfélagslegir geðkvillar sem birtast í þessum sko að þetta náttúrulega ef þú heldur það að þessi vera ofsækjaði svona þá náttúrulega jaðrar við einhverja geðkvilla eins og við myndum skilgrina það í dag. En svo finnst mér kannski sérstaklega áhugavert kannski með þessa sögulegu nálgun það er þó einmitt þetta sko hvernig ef við ímyndum okkur að sé eitthvað undirliggjandi þá sem almennt í öllum manneskjum hvernig það getur þá birst á mismunandi hátt eftir því hvar þú ert í samfélaginu. Þetta Laotian Sudden Death Syndrome, dansmani á miðöldum, Nortnafárið og síðan sko, við skulum ekki gleyma því, þú þarft nú ekki fara langt aftur í tíma þess að finna til dæmis þetta satanisma fár í Bandaríkjónum. FBI hrindi af stað stórum rannsóknum að reyna að finna sataniska sértrúarhópa sem áttu að vera fórna börnum og maður veit ekki hvað og hvað. Og á 10. áratugnum líka það var það var töluvert af fólki til dæmis dæmt fyrir mjög alvarlega glæpi gegn börnum, misnotkun á börnum á grundvelli falskra minninga sem sýndi sig til dæmis að þá bara sálfræðingar höfðu búið til minningar hjá fólki og haft áhrif á framburð þeirra. Það þekkist auðvitað í mörgum lögreglumálum auðvitað. Einmitt. Já. Og til dæmis, og þarna eru aftur komin einhvern sko minningar og flóki fyrirbrigði. Það er margt sem bendir til þess að það sé ekki til neitt sem sko, hvað við segja, bældar minningar. Maður þarf að passa sig vist mjög á því og það til dæmis ég var að lesa bók eftir norskan sálfræðing sem að tala sko, bókin heitir Skadelegir samtalir og fjallar til dæmis hvað þetta skaðlegur hluti af geðlækningum og sálfræðinni. Þetta haldaði fram að þú getur grafið fram einhverjar duldar minningar og það sé útskýringin á okkur. Og það óhugnulegt að handlum að vísa það 1/3 af norskum sálfræðingum haldaði fram að þeir geti grafið fram slíka minningar og meðan rannsóknir sína að það sé almennt ekki hægt og handlum trúir ekki því að sé til þessar fölsku minningar. Þetta auðvitað, eða maður heyrir oft þetta auðvitað í tengslu við, eins og ég sagði áðan sko, svona lögreglu aðferðir sem kannski ekkit góðar. Nei, bara nýlegt dæmi auðvitað, þessi stelpa sem að í bandaríska stelpan á Ítalíu sem að dæmt fyrir morð á herbyggisfélaga sínum. Já. Og það var frá 2008 eða 2009. Já. Og þú veist, og svo var hún dæmt sko. Já. Ég man eftir því á þeim tíma, var að koma eitthvað nýtt úr því? Nei, hún var dæmt. Já. Og svo kom í ljós skilur að þú veist, það var ekkert hún sem gerði þetta, það var einhver annar sem gerði þetta og hún var bara henni var sleppt. Já, okay. Þá kom það í ljós að meðal annars það sem var í gangi þarna var að þú veist, yfirheyrslurnar voru bara, þú veist, það var bara að vera plant inn í hausinn á henni. Já, einmitt. Þú veist, þú gerðir þetta. Já. Og hérna mótívið, það ekki? Reynda að hugsa, það ekki? Var það ekki svona? Já, einmitt. Og hún bara, þú veist, fyrst náttúrulega bara nei. Og svo bara, þú veist, eftir margra daga yfirherslu og alltaf vera hamraði með þessu og menn hafði þetta talað eins og Guðmundur Geirfinns málið þetta líka í þessu samhengi. Já. Því miður, og þetta, mann brotna á endanum. Já. Og við sjáum þetta líka bara eins og sem að fara aftur í Nortnafárið og hvað þannig, hvað það voru að beita pyntingum og okkur slíku
og þetta getur maður sagt að þetta séu ákveðið form pyntinga. Amanda Knox heitir hún. Já, alveg rétt. Máttu nafnið þú segir þetta. Já, Jesus, hún var dæmd í 25 ára fangelsi maður. Já, ok. Já, hugsa sér. En það örugglega mikið af fólki sem situr saklaust í fangelsi því miður. Já. Og til dæmis, það alveg þekkt í afbrotafræðum að þarna vitni eitthvað lélugustu sönnunargögn sem hún getur verið með. Já. Og ég alveg að tekja eftir því með sjálf á mig. Ég stundum verið að, þú veist, að þarna, hljóma kannski undarlega, ég stundum verið að leika mér að svona testa svona hversu vel tekur maður eftir raunverulega. Til dæmis, og keyrir í göngum. Hvernig bíllinn og litir sem keyrir aftan því. Og það verið áhugavert, ég stundum verið alveg 100, þú veist, já, hann blár. Okay, og svo, þú veist, nei, hann var grænn. Eða getur þau sem verið allt öðru svo litin. Þú veist, blátt og grænt getur nú tiltölulega líkt, þú veist, ef hann dökkgrænn og dökkblár. En það áhugavert þegar maður byrjar að spá aðeins svo niður og fylgjast með og kannski svona líta aðeins betur á hlutina, hvað margt sem maður mistúlkar. En það er alveg þekkt, fólk hefur bent á fólk og verið alveg 100 bara, þetta er einst maðurinn sem myrtana, ég horfði á það. Og svo sýnir kannski DNA-rannsóknir eða hvað það er bara, neða, stendst enga veginn. Og það er mjög óhugnulegt. Pældi líka, þú veist, eins og bara þetta nýlega mál hérna í Noregi, það sem þessi gaur hérna sem átti að hafa fram með morð þarna fyrir 25 árum síðan. Já. Sem er búin að sitja núna 25 ári í fangelsi eða eitthvað líka. Já. Og þeir voru núna að koma í ljós að hann hefði ekki gert það. Og hann hefði búið að sleppa honum. Þetta voru stærsta réttarmorð í, þú veist, skandinavískri réttarsögu eða eitthvað líka, sko. Já. Allir komu hérna, lögreglustjórinn og réttakerfi, allt saman komu bara með tárinu í augunum og báðust afsökunar á þessu réttarmorði. Það er rosalt. Og þá er sko búið að vera rétturhöld náttúrulega aftur skilur og yfirheyrslur aftur og meiri segja núna 25 ára setna skilur, þá er alltaf aftur verið að tala um þetta, þá verið að reyna að finna einhvern annan. Og þú ert alltaf að reyna að muna, þú veist, það er alltaf verið að spyrja, þú veist, ok, förum einu sinni yfir daginn, Ólafur, 15. mars 1989. Ok, þú vaknaður morgunin, hvað gerir þú svo? Og þú bara, ég er búin að segja þetta 100 miljón sinnum og ég er búin að hugsa um þetta 100 miljón sinnum. Segðum við bara aftur skilur, og svo byrja maður kannski byrja maður að leggja eitthvað hluti til. Einmitt. Og án þess að kannski maður taki eftir því maður segja. Og svo kannski var hann blár bíllinn. Einmitt. Þú veist, já, kannski. Þetta er þetta ótrúlega mikilvægt að vera með alvöru fagfólk í þessu, sko. Já, algjörlega, og maður passa sig á því, og þetta til dæmis að einmitt á 20-stöld þegar menn, svona miðja 20-stöld þegar menn kannski byrja meira til dæmis að yfirheyra börn og spyrja út í hitt og þetta, til dæmis þá tengslum við misnotkun og slíkt, þá áttuðu menn til dæmis ekki á því hvað er hættult að spyrja sko leiðandi spurninga, og það er alveg mikil kunst að yfirheyra börn, vegna þess að börnin vilja alltaf segja já, og þau vilja sko gera það sem þú ert að fiska eftir. Já. Þannig að þú veist, ég get alveg spurt Þulu sko, voru Birnir í leikskólanum í dag? Og þessi dóttir mín, og hún er bara 3. Og öll líkundum sem já, það voru Birnir í leikskólanum. Ég veit, það voru ekki Birnir í leikskólanum, það er ekki Birnir hérna á svæðinu. Skóatröll? Nákvæmlega, skóatröll eða hvað það er. Og þetta er líka mjög snúið sko. Þannig að maður þarf að passa sig mikið á öllu þessu. Og þetta er til dæmis eitthvað þetta er tildulega ný þekking. Já. Þannig sé sko innan sálfræðinar og innan, þeirra fræðagreinar sem eru mikið að vinna með þú veist, afbrotafræði og börn og úlingar og slikt. En heldur að svo aðferð að pynta fólk til að játa? Já, hún er alveg afleitt, það er bara líka alveg fyrir sko, það viskar ekki. Þú játa bara alltaf á því. En hvernig heldur að menna við hætt því? Er það fyrst eftir seinni heimsstyrjöld eða er það eitthvað fyrir það? Hættu, þú veist, Bandaríkjamenn eru ennþá á waterboarda og eitthvað þannig. Þú veist, það er alveg, ég sé fyrir mér að það væri verið að kæfa mig og ég var að drukkna, herma eftir drukknun. Maður segir bara það sem segja þar til þess að losna við það. Þú veist, maður getur verið voða mikill nagli og eitthvað svona, ég harkaði þetta bara að mér, en það er búið að gera þetta við 10 sinum, 20 sinum, 30 sinum. Allir brotna á einhverju tímapunkti. Það er bara svo einfalt við það. Þá segir bara það sem þeir eru að fiska eftir eða reynir að búa til eitthvað hvað það er. En síðan er líka aftur gallinn, og ég til dæmis, þetta teki alltaf sem dæmi sko, þegar ég er að kenna krökkunum siðfræði, og það er alveg ótrúlegt, meir hlutin af þeim, þau halda því fram að pyntingar virki, og það sé hægt að
og það sé hægt að réttlæta það að pynta eitthvað til þess að fá upplýsingar. Segja krakkarnir það? Já, en það situr svo í samfélaginu. Ég held að stór hluti að þeim, það var venjulega dæmið sko, þú ert með hryðjuverkamann, þú er búin að taka hann til fanga, þú ert með 20.000 manna bæ, þú veist að það verður ráðist á hann á 20.000 manna bæ bráðum, hryðjuverkamaðurinn veit hvernig árásin áttur að fara fram, hann vill ekki segja þér það, hvað gerur? Pyntar hryðjuverkamann til þess að koma staði. Og þessi fólk hoppar á strax þá setur bara einfald reikningsdæmi og pynta eitt gaur, bjarga 20.000 manns. Og þannig sé að það getur svona verið skiljanlegt, auðvitað þú veist, að bjarga 20.000 manns vegur þyngra, en svo náttúrulega þetta mikið flóknari í raunveruleikunum vegna þess að þú veist ekki hversu margir að fara að deyja í árásinni, hvenær árásinni nákvæmlega, kannski mistekst eitthvað í árásinni, og svo náttúrulega kannski þetta stærsta spurningin þetta, hvernig getur þú treyst á eitthvað af því sem hryðjuverkamaðurinn að fara að segja þér? En í samfélagi sem búið að horfa á Jack Bauer í 24 til dæmis, redda deginum aftur með því að vera pynta eitthvað, eða hvaða önnur mynda hvort það sé Arnold Schwarzenegger eða Sylvester Stallone eða hvað það að vera pynta eitthvað. Þú veist, við sjáum þetta aftur í bíómyndum og þáttum og þá hefur það auðvitað áhrif, það síast inn, og þetta virkar, og meðan þú skoðar literatúrin og rannsóknir, þá sýnir það sig alveg að nei, það virka ekki svona pyntingar. En þegar við vorst að setja upp svona hypothetical siðferðilegt álitamál eins og þetta, pointið með æfingunni er að meta þá siðferðislegu spurningu rétt að pynta eða segjum drepa einn mann til þess að komið veg fyrir að 20.000 manns degi. Það er æfingin. Hvort að pyntingin virkið ekki aukaatriði. Jú, það er æfingin sko. Fyrst og næst það æfingin. En samt þá er sjálfsög í dæminu gefur okkur það náttúrulega hann sé að segja satt sko. En það líka svona ekki í dæminu, heldur það eitthvað sem fólk gefur sér sjálft, og ég bendi þeim alltaf á það. Hvernig vistu það allir með að hann að fara að segja þér satt? Það kemur ekkert fram í dæminu og það einmitt hluti þá af vandamálunum við siðfræðina. En ef þú gefur þig að hann myndi segja satt? Já, þá er það að tala um allt annað. Já. En engu að síður samt ólulegt, því samkvæmt sko stríðsrétti, alþjóða stríðsrétti, þá alltaf stranglega bannað að pynta. En þá getur þú samt líka sagt sko í þessari siðferðislegu æfingu, heitir þetta ekki utilitarianismi, nauðhyggja? Til dæmis. Já, það sem þú ert að segja alltaf gleði, nytjahyggja, að þú veist, þá getur þú sagt sko, það er betra að pynta einn mann og síðan rétta yfir þessum 5 sem að pyntu hann og dæma þá í 25 ára fangelsi fyrir stríðglæpi heldur en að 20.000 manns degi í kjarnorkusprengjum til dæmis eða hryðjuverkaárás. Það er eitt af vandamálunum við einmitt nytjahyggjuna, en svo aftur á móti verða líka flóknara því sko ertu eitthvað tíma svo viss að því framtíðin alltaf óþekkt. Já, það skiptir ekki máli í þessari siðferðislegu æfingu, sjáðu. Nei, jú. Það skiptir máli í raunverulega atriðinu, sko. Og til hvers ertu með siðferðislegu æfinguna? Já. Til undirbúið fyrir raunveruleikann. Og ef þú ert með þarna siðferðislega kenningu sem virkar bara sem í einhverjum leikjum, þá er það tilgangslegu siðfræði. Já. Af því siðfræðin lítur alltaf að hafa það markmið, sko, eiga að vera hagnýtt í raunveruleikanum. Það sem við erum með þess að siðfræðiskenslu í hernum, það er svo undirbúið krakkana fyrir það. Já, hvað er alltaf krakka, en undirbúið hermennina. Manst þetta atriðin úr Chernobyl, HBO, það sem hann segir þegar hann var fundið með Gorbachev. Og hann segir þú veist, öll Austur-Európa mun verða radioaktiv eyðimörk næstu 50 miljón árin. Og hann alveg bara, shit maður. Shit maður, það er ekki nóg gott. og svo kemur, það er einlaust, við getum gert þetta, við þurfum að senda þetta niður og kafa og gera allt þetta. Það er bara eitt vandamál, þú veist, þeir munu líklega stegja. Og hann bara, I need your permission to kill 3 men. Og hann er bara lítur í kringu sem bara, það er rétt. Það er ljótt að hlæja þessu. En það er auðvitað líka það sem er náttúrulega flókið auðvitað í raunveruleikann eða til dæmis auðvitað nota maður til dæmis nytjahyggju inn á milli. Auðvitað er það þannig að þú verður að setja upp sem reikningsdæmi. Til dæmis í lýðræðisríki þá eru auðvitað að reyna að takmarka eða hámarka auðvitað til dæmis, þú veist, nytin og gleðin og líka venjulegt fólk kannski ekkert að
koma sér í aðstæður það sem það þarf að velja svona. Nei. En það eru þetta til fólk sem að vinna eins og Gorbachev í þessu tilfelli ef þetta sakfræðilega rétt atriði þannig myndinni skilur, eða fólk í til dæmis hernum eða í lögreglunni eða eitthvað, þar sem að menn þurfa að meta svona hluti. Einmitt. En svo aftur á móti vandamála því hver eru mörkin að því til dæmis við ætlum bara að vera í svona nýtjahyggju. Akkur drepum við ekki einn og einn heilbriðan mann til þess að vinna úr öll líffærin og hámarka gleðina og nýtin í samfélaginu. Þá myndum að segja nei, það eru prinsip. Einmitt. Það er ákveðin grundvallar prinsip. Já. Og þá ertu komið meira yfir Kant og en það er líka það sem ég reyna að benda á að þú veist, með allar þessar siðfræðilegu kenningar þú heldur ekkert bara við ykkur eina, þú veist, það er venjulega þú ert að taka í hinu raunverulega heimi, þá ert alltaf að grípa í nokkrar. Það er líka þannig í sagfræðinni finnst mér. Já, algjörlega. Þú heldur þið ekkert við eina kenningu, ég meina. Það er góða punktur, það er alltaf takmarkandi. Ég meina, kenningar eru eins og glerugu. Já. Ég meina, bleikglerugu, þú setur þau á því, þú sér heiminn þannig. Einmitt. Þegar ég var unglingur og var að vinna í ykkur, þá áttu við þrenn glerugu, hlíðarglerugu sem við settum á okkur. Einu voru svona með venjulegu gleri, einu voru sólglerugu og einu voru svona gul, svona skíða. Já, þau voru alltaf kallið bjartsýnisglerugun. Því að heimurinn var alltaf svo æðislegur. Já. Þú varst með bjartsýnisglerugun á þér. Já. Þannig að þú setur upp á því glerugum, þú skoðar heiminn með einhverjum glerugum og bara þetta er heimurinn sem þú sérð. Já. En svo getur þú tekið aðglerun og sett á því sólglerun. Já, einmitt. Og það er nefnilega mikilvægt og mér finnst nefnilega oft vanta að fólk kannski gerir sér almennilega grein fyrir þessu. Mér finnst oft fólk ganga svo hart fram og bara svona svartkvít. Þetta er bara svona. Já, þannig eru til kommunistar eða marxistar, eins og við vorum að tala um til dæmis. Meina, þú veist, þess að þú sér bara heiminn bara algjörlega út frá marxísku sjónarhóttni. Já. Og þú veist, það er bara ok, þurfum við að drepa einhverja hvítliða? Ég meina, ok, bara þannig, þetta er bara söguleg staðreind. Bara söguleg staðreind. Við getum ekkert verið að hinn sögulega framvinda heldur bara áfram, þú veist, hvað er við eitthvað hérna að lappinnar? Þá er ég auðvitað að segja ekkert allir marxistar sem orðingja. Ég er bara að tala um ef þú ert öfgamaður sem að gengur mjög hart fram eftir marxískri línu og þá verður dæmið það auðvitað í Sovétríkjunum og víðar. Já, algjörlega. Og þá kannski við erum að snota þetta kannski til að koma svo aftur til þess að PTSD-unu. Já. Það hluti til þá líka ákveðin glerugu eða nostalgían eða til dæmis ef við hoppum þá núna einu í rússnesk-japanska stríðið þá törluðum við sko neuropsychiatry neuropsychic sorry þú veist að við tala um gerfugreind og svona en pælti að það væri eitthvað svona super gerfugreind sem myndi bara finna upp á því til dæmis að drepa bara sem 75% af mannfólki til þess að bjarga plánutinu frá alheimslínun Já, þá ertu líka búin að gefa þér að alheimslínun sé slæm Já, ég meina að gefum okkur það bara Ok, en það er bara vel að merkja, það er ekkert allir sem er saman á því og ég er líka að tala um fræðaheiminn sko og til þess menta á jörðin er mikið grænni núna en hún hefur verið Já, en ef við gefum okkur það að það sé hægt að snúa við það sem er kallað hamfarahlýnun með því að minnka neyslu og framleiðslu Ef við viljum ekki minnka neyslu og framleiðslu vegna þess að við viljum hafa það gott og að því við erum ógeðslega mörg en segjum svo að kæmi faraldur sem myndi drepa 70% af öllu lífi á jörðinni þá myndi það samkvæmt þessari röksemdafærslu hafa jákvæð áhrif á jörðina og svo þegar mannfólki er búið að byggja sig upp aftur þá myndi það lifa betra lífa því þá er ekki lengur hamfarahlýnun ef við gefum okkur þessi röksemdafærsla sér rétt þannig að gervigreindin þá sem væri svona super intelligent sko, geti bara reiknað út þetta reiknistykki alveg svo við hugsum bara við gerum það kannski ekki en ég meina, menn getur fundið upp á því kannski ekki í nútímanum en kannski á 20. öld að segja sko við viljum að tortíma öllum kakkalökkum eða öllum moskítaflugum til dæmis En þá aftur að til dæmis gervigreindina þá er það háði að það sé þá inputið þá gögninni sem hún fær og það er þá náttúrulega háð túlkunum manna og því til dæmis sko þetta er jörðin að hlýna hún er að gera það en jörðin hefur verið hlýrri áður en hún er núna Þetta er allt önnur umræða skilur
Nei, og þetta hangir saman með hvort það séu hamfarir eða ekki. Það skiptir ekki máli, ég bara að tala um þessa siðferðislu æfingu sko. Já. Þetta aftur þessu með pyntinguna. En hvernig ætlur þú að færa rök fyrir það sé jákvætt út frá hvaða kenningu? Þetta svona svo að segja. Nú ekki með staðrendunar hreinu hérna, en mér finnst þessu að lesa ykkur staðar að það sé vísindilega hægt að þess tortríma moskítóflugum án þess að það myndi hafa eitthvað svona vistvænlegt hrun. En ég ætla ekki að fullyrða það hérna. En segjum að það sé satt. Eigum við sem mannkyn að gera það til að koma veg fyrir að það breiðist út sjúkdómar á meðal mannkyns. Malaría. Já, malaría. Þannig að það myndi hjálpa mjög mikið til í Afríku. Þú veist, það en það auðvitað margir sem segja skilur siðferðislegum ástæðum, við eigum ekki vera með slíkt inngrip í náttúruna þó svo það við jákvæð áhrif á mannkynið sko. Já. Þannig að með dæmi með hamfarahlýnunina ef að það eru óeikjandi rök fyrir því að heimurinn muni verða óbyggilegur vegna þessara ofsaneyslu mannkynsins og ef eina leiðin sem komið fyrir það er að minnka neyslu og framleiðslu þá er það í stóru myndinni betra að minnka neyslu og framleiðslu þó svo það myndi kosta algjör trún nútíma samfélagsins. Já. Og svo þá spurningin, þú veist hvernig ætlum að þá gera það? Við munum örugglega ekkert gera það. Nei, það verður ekkert gera. Alveg svo skjalavörðurinn í skjalasafninu það sem eru 1000 ára gömul skjöl og það kveiknað í og hann getur valið að bjarga skjölunum eða bjarga starfsfólkinu og sjálfum sér að sjálfsögur bjarga hann starfsfólkinu og sjálfum sér og hleypur út og býður til slökkuliðinu og svo brennur þetta allt saman veist, hann er ekkert settur í fangilsi fyrir það Nei. En það er þetta betra fyrir veist, eftir 1000 ár það skiptir engum máli núna en við höfum skjölin Já Þessum liða svartadöðan hefði það mikið betur Já Til dæmis Mikið efnaðs uppbygging En fyrir ekki, ég greip fram fyrir þú varst að fara, við vorum að tala um áfallastreitur öskun Já, við erum búin að spóla svo við erum komin svo langt út á sporinu Það er líka fínt það er alltaf gaman að En hvenær kemur, sko, í fyrirheimsstyrjöldinni þá að tala um að menn væru með shell sickness Já Þeir skulfu og þeir voru óræðir Já. Og þetta var kallað shell sickness veikindi eftir alla sprengjurnar Já, shell shock Já, shell shock, já Og það er einmitt, þú veist, þá er maður líka það sem er svo flókinn sem er það, sko shell shock, það er allir með hugtak sem var fyrst notað í fræðilegri ritgerð 1915 af einmitt þá lækni að því að sko shell shock eins og orðið gefur til kynna þá vísar það til þess að sprengjan þegar springur og það er svo miklu kraftar í sprengjunni að það hefur áhrif á einstaklingin hvort að það séu sko smáblæðingar í heila hvort það séu taugarnar eitthvað slíkt eða mögulega einhver gös sem myndast í sprenginguna sem einstaklingur andar að sér sem skadar sko taugakerfið það var hugmyndin en það sýndi sig í raun og veru að það var rangt því að einstaklingar sem voru greindir með shell shock voru jafnvel einstaklingar sem hefði ekki verið eins og í stríðinu það hefði ekki verið nálægt vígluninni þannig að þarna eru sko einhvers konar andleg áföll sem eiga sér stað og fólk brotnar saman og menn nota þá hugtaki til dæmis shell shock en fræðimenn, sálfræðingarnir og geðlæknarnir þeir gengu mjög fljótt frá þessu hugtaki en hugtakið var svo vinsælt að það tröllreið öllu og lifir enn þann dag í dag með þetta enn það nota? Já, þetta poppar alveg upp inn á milli og það er líka hangið saman með að hugtaki var síðan að því sko eina niðurstöðunum eftir fyrir heimsstyrjöld Scarborough hvað kallaði nefndin rannsakaði síðan þetta þess að læra af stríðinu og undirbúa brellur fyrir næsta stríð og eina þeirra niðurstöðum var að þetta hugtaki máttu alls ekki nota, við erum að losa okkur við þetta því það var allt of mikil samúð fyrir hermönunum þannig að þetta hugtaki kom síðan ekki þá aftur inn í fræðilega umræðu fyrir en á 8. áratugnum að því síðan málið, þú veist, að það er svo fullt af öðrum hugtökum yfir þetta líka, þú veist, ef við tökum líka bandaríska borgarastríðið þá getum við talað Da Costa sjúkdóminn
eða syndrómið hermannahjarta var líka notað irritable heart eða líka disorder action of the heart Soldier's heart já en sem var líka talað neurasthenia það var líka talað railway spine það var allir með þessi borgarlega útgáfa það var fólki sem lendi í áföllum í lestarslysum þá var það talað að það myndi þjásta railway spine okay. og þú veist, og auðvitað hljóta öll þessi hugtök líka vera að vísa í eitthvað skonar áfall en hvers eðlis það var ekkert skýrt og þá komið aftur þessar tvíhyggju og mismunandi nálgunum og það var meðal annars þeir sem voru aðhyllust eitthvað svona tvíhyggju þar sem að það líkami og sál eða líkami og þessi andlegi hluti og svo materialistarnir sem lítið á þetta sé bara þetta bara líffræðilegt og það allir með þess var auðvitað varð ofan á auðvitað í Sovétríkjunum að því vorum nefna geðrannsóknir í Sovétríkjunum og allt það en það passaði svo vel við þennan materialismu auðvitað í marxismanum og þá sjáum við líka hvernig pólitíkin kemur inn í hvernig pólitíkin hefur líka áhrif á greiningarnar en svo líka það sem hefur sérstaklega áhört þegar ég var að kynna með þetta líka það líka að hugsa líta á það hversu langar voru orrustur að því eins og til dæmis orrusta með marathon sem við nefndum hérna áðan hún var nú bara eitt síðdegi nokkur klukkutímar og í þeirri orrustu dóu 192 Grikkir og 6400 persar þannig að þú veist, þetta sjokk fyrir þennan gríska hermann til dæmis sem upplifði það næstum að deyja og allt það en nokkur klukkutímar gífurlegt stress ef þú tekur orrustunum við Hastings til dæmis ekki 1066 hún byrjaði klukkan 9 morgunin og hún var búin klukkan 5 setni partinn það bara svo venjuleg vinnudagur það venjuleg vinnudagur hvað gerir þú í vinnunni í dag? Það var að berjast hérna orrustunum við Hastings það létist þar, þú veist, 2000 normannir það var normannir sem unnu og 4000 og var ekki Haraldur Harðráði sem að fekk ör í augað? Jú, nei, Haraldur Harðráði hann dó við Stanfurðubrú Stamford Bridge við vorum öll þessi íslensku heiti þetta er alltaf reyna á sínum tíma hann lést þar og það þú varst að hugsa hann að hann lét líka Haraldur Góðvinsson Harold Godwinson og hann fjall það einmitt fyrir bastardunum Vilhjálmur bastardur, já en svo, ef við ætlum að setja þetta til dæmis í samhengi þá nútíma hernað að orrustan við Verdun til dæmis í fyrri heimsstyrjöld hún varði í 9 mánuði 3 vikur og 6 daga þannig að maður getur ekki ímyndað sér að vera franskur hermaður þar og eins berðu sama það deyja 192 Grikkir 6400 persar á móti orrustunum við Verdun 350.000 Þjóðverjar særðir eða látnir og 400.000 frakkar já, þetta svona við getum skilgreint þetta sem eina orrustu eða eitthvað, en þetta samt líka eitthvað per definísjón já, það var erfitt að setja þetta í sama flokk og marathon það er þannig ekki, vegna þess að í orrustunum marathon, þá lenda 2 herir saman og glíma en í nútíma hernaði, þá ertu alltaf að glíma það er alltaf verið að sprengja sprengjur þú veist aldrei hvernig getur dáið megnið hernaði hefur náttúrulega bara verið að marsera og bíða og svo þú veist, rosalegt stress þessa klukkutíma sem þú ert að berjast en svo róst hann búinn og auðvitað stressið auðvitað þá að koma sér frá orrustunum allt þannig að þú tapaðir en svo þessi rosalega streita búinn á meðan að þú stendur í streitunni og stressunni vikum saman, mánuðum saman þá náttúrulega augljóst að þá koma menn það endar þannig að þú brotnar endar þannig að það er enginn sem þolir að standa í svona miklu stressi yfir lengri tíma endar þannig venjuleg nútíma hernaði að þú rúllir alltaf mönnunum þú ert á vílurinni svona lengi og svo þarfst að fá frí og þá tekur þú og dregur þú tilbaka og þá er nýjir sem taka við en getur ekki verið að þessi tegund af hernaði sem var þarna fyrir heimsstyrjöldina hafi bara hjálpað hafi líka orðið til þess að menn mistu lífsviljan og jók þar með ennþá meira auðvitað á the carnage það getur alveg vel verið líka þú veist, þú ert orðin svona búin að standa svona lengi í þessu þá er kannski fara menn bara og lappa bara út kannski enda gerist það alveg að sumir gáðust bókstaflega bara upp og Bretar til dæmis tóku á lífi
allan 18 hermenn fyrir að vera Liðhlaupar. Nei, fyrir að vera heiglar, heigulir. Liðhlaupar. Já, ekki bara fyrir að vera liðhlaupi, heldur fyrir það einfallega að vera bara coward. Já. Að það munur á því, að því að það var margir sem reyndu að koma sér undan stríðinu og voru liðhlaupar án þess að það var endilega vegna þess að þeir voru svo blauðir. Já. Og þá voru að tala um það að menn fengi bara þá skilgreiningu, þú ert bara blauður og tekin að lífi fyrir það. En það er nefnilega líka áhverti fyrir heimsstyrjöldinni að Bretar tóku að lífi held ég 350 breska hermenn og til samanburðar þá drápu þjóðurreiknum 48. Frakkarnir drápu 650 held ég. En þá tala svona Court Martial fyrir eigin hermenn. Já, fyrir, já, þú veist, ok, liðhlaup eða heigulskap. Nei. Þú veist, 18 fyrir heigulskap. Þeir drápu 350 eigin hermennum, teknir að lífi, meðal annars fyrir morð, nauðganir, liðhlaup, hitt og þetta. Já. Og af öllum þessum 351 með mann rétt, þá voru 18 sérstaklega fyrir það að vera, blauðir. En því þá að þeir hafi... Og þá er spurningin, sko, það getur vel verið að það hafi verið einstaklingar sem hafi þjást af áfallsröskun. En þá ertu líka komin aftur í það sem þú sagðir hérna áðan. Já. Hugdeigur í biblíunni. Til dæmis. Það er kannski bara eðlilegt, þú ert í bara mjög hræðilegum aðstæðum. Algjörlega. Og þú kannski bara þorir ekki. Mitt fara. Það er rosalega að hugsa til þess að síðan hafi slíkir hermir heinulega bara verið teknir af lífi. Ég myndi að þú erir í flugvél og það verður að hoppa fram úr í fallíf. Já. Og svo segir ykkur, nú ættu að hoppa og þú bara þorir ekki. Og sérstaklega ef þú ættir að bera þetta saman við No Man's Land, sko. Já. Og þú ert kannski með fallíf sem er kannski með götum í eða eitthvað og það er kannski, þú veist, 90% líkur að þú myndir bara detti í jörðina. Já, einmitt. Myndir þú þora? Nei, það er nefnilega það. Nei. Og hvað gerist? Það er bara tekin skambissann og við komum þetta bara skotið. Þetta er alltaf svo mikið bilun. Þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt, sko. En Austurríki, Ungverjaland tók á lífi flesta, 1100 hermenn held ég. Fyrir hitt og hinn og þessar sækir. En mér er svo áhugavert að Þjóðverjar hafi tekið af lífi svona fáa af eigin hermenn. Pældi í þessu. Þannig eru ríkin að gera þetta. Já. Og þá er þetta bara eðlilegt. En svo þegar maður hugsaður þetta, sko, þá er þetta náttúrulega bara, þetta er bara craziness. Þetta er algjör hryllingur. Og síðan líka til þess að gera þetta verra allir með það, ýmsuleiti geðlækningar á þessum tíma voru það ýmsuleiti líka bara, sko, ég veit ekki hvað maður kalla hryllingur allavega. Því til dæmis, það var mikill skandali eftir fyrir heimsstyrjöld að það komi ljós að geðlæknar hjá sérstaklega í Austurríki Ungverjalandi voru notað mikið raflost til þess að meðhöndla hermennina. Hermenn sem voru þá þjást af einhverjum andlegum kvillum og einhverjum áföllum eftir stríðið og bæði þá náttúrulega þegar stríðið stóði yfir, eða fyrst og næst stríðið stóði yfir og voru þá sko að gefa mönnum þá mikið raflostum en létust úr raflostunu. Og það var hrundið að stað sko rannsókn eftir þetta. Sigmund Freud var meðal annars dreginn þá rannsókn. Þar sem að auðvitað geðlæknarnir sló upp skjaldborg kollega sína. Það var enginn dæmdur fyrir neitt. Þetta er svona svo Danir. Það var danska þingi sem einmitt átt að rannsaka samstarf danska þingsins við nasista í seinni heimsstyrjöld. Danska þingi komst að því að þetta er bara svona svo það var. Einmitt. Og engin refsa fyrir neitt. Nei. Þannig að það var mikill skandali og kannski líka áhugavert kannski sérstaklega eftir fyrri heimsstyrjöld að þessi aðal niðurstaða er að við skulum ekki nota orðið sjálfsjokk því menn fá mikla samúð. En það var líka önnur hugtök notuð, gashystería var til dæmis notuð, effort syndrom líka. Já. Og svo náttúrulega kemur líka inn í þetta og það er til dæmis áhugavert ef maður hoppa fram til dæmis í seinni heimsstyrjöldina. Þá er líka verið að tala sko, þá kemur þetta, þú veist, acute stress reaction, combat stress reaction, combat fatigue, battle neurosis. Það er fullt af svona hugtökum sem eru fljótandi. Það sem menn eru að reyna að útskýra og skilja hvað er að gerast. Í til dæmis breska flughernum þá notuðu þeir lack of moral fiber. En til dæmis, það var erfiðast í breska flughernum að vera á sprengjuflugvélum. Vegna þess að það er mest varnarleysi. Þú ert á stórri sprengjuflugvél og þú ert ekkert að fara í eitthvað svona dogfight við eitthvað.
þannig að þú ert að fljúga til dæmis þú ert svo háður þú ert svo varnarlaus þannig að til dæmis það var mikið af sprengjuflugum sem gáfu svo endanum og það leiti til dæmis til þess að breski flugherinn þurfti að koma að setja eins og nýja verkferla og þetta líka svo mikið trillingu hvernig þetta stríð var samkvæmt þessum verkferlum og þá var ekki þannig að menn flugu bara flugu þannig byrjaði þetta menn flugu bara hvert flugverkefni eftir öðru endalaust mission og vissir aldrei hvernig það var búin þú var bara búin þegar stríðið var búið en þeir breyttu þessu þá þannig og það var búin að reikna þetta út hver afföllin var og slikt þannig komist að því að það var svona 50-50 hvort þú myndir lifa af stríðið eða ekki þannig það voru lífslíkurnar þá ertu að tala bombera já sprengjuflugvélar í breskar í seinni heimsstyrjöld ég man ekki hvað það var þá settu þér þú veist mörg hvort þú ættir að fljúga 20 misjón eða 30 eða hvað það var og það hjálpaði því þá það léttara það líka sálrænt og það að því það var alltaf verið að skjóta niður þessar flugvélar já því þú ert náttúrulega þú ert að fljúga svona sprengjuflugvél náttúrulega bæði loftvarnarbyssurnar og jörðunniðir sem eru að skjóta á því þú ert búin að fljúga kannski það langt að þú ert ekki með eigin orrustu flugvélar sem eru að verja því að það drífi ekki af langt og svo veist ekki hvenær óvinna orrustuflugurnar að fara að koma eða hvaðan það að fara að koma og ef það koma, það fljúga svo miklu hraðar og mikið liprari þannig að þú ert með einhverjar vélbyssur á flugvélinni þinni sprengjuflugvélinni en það náttúrulega ekkert í samanburði við orrustuflugvélina en það svona orrustuflugvél gáttu tætt í sig alveg fleiri tugi svona sprengjuflugvél ef við náðum þeim almennilega þetta svo ótrúlega svo varnarlaus þú ert að tala svona hluti og eins þegar við erum að tala í fyrri heimsstyrjöldinni slátrunin þar já. Og þú veist, menn eru settir í þessar aðstæður þú veist, þú ert að fljúa eitthvað svona leiðangur og hvað það eru, 50% líkur að þú eru bara skotið niður og hvað þú að gera? Veist, þú ert að henda sprengjum á okkur borgir já. Og undir þér þú veist, þar eru hús heimili fólks að brenna fólk er að deyja fólk er heimilislaust, börn er að deyja svo koma þessi gaurar heim já. Og þá búin til þessi hugmynd að þetta sé svo æðislegt og þeir séu svo miklar hetjur og blómsveigarnir og blómvendirnir og minnismerkin og medalíurnar og þú veist, þessir auðmikið kallar skilur lifa með þetta alla ævi við vorum í þessu viðbjóði og svo eru allir bara í skólunum og þú veist allstað bara þú veist þvílíku hetjurnar já. Og það voru þeir sem unnustríði það var þeir sem unnustríði og svo ertu með eina sem töpuðu stríði en svo er líka það að þetta fyrirbyrð allt þetta, það hjálpaði líka þeim hermönnum sem unnustríðið að því leiturinn til að þeir komu heim þá sem hetjur og fengu þá viðurkenningu á því hvað þeir voru með í og þeir náttúrulega trúðu því líka og auðvitað voru þeir náttúrulega með í því að bjarga heiminum náttúrulega frá nasisma og fasisma þá var að hugsa náttúrulega fyrst og fremst bandaríska og breska hermenn og þetta Sovétríkin líka náttúrulega hafa getað slegið út hennar náttúrulega erkifjanda og allt það af því þú sér síðan töluverðan mun á því hvernig uppgjafa hermenn seinni heimsstyrjaldar og Víetnamstríðsins tókust á við stríðið það sem var mikið meira andlega kvilla hjá Víetnam hermönnunum og þá erum við komin til þess að PTSD-inu því PTSD-ið var búið til svo skilgreining var búið til fyrst og fremst út af Víetnamstríðinu vegna þess að það vantaði almennilega sjúkdómsgreiningu fyrir þá hermenn sem voru að koma úr Víetnamstríðinu til þess að líka vera hægt að veita þeim almennilega bætur þannig að þetta er mjög pólitísk en það er enga rannsóknir sem hægt og rólega byggja upp undir það skilgreiningin sem búin til heldur þvert á móti að það er ákveðið að búa til PTSD af fræðasamfélaginu og svo koma rannsóknir í kjölfarið á því og það er líka svolítið sem maður getur auðvitað sett spurningamerki við af því þetta er með gleraugun og er búin að setja upp á því marxísku gleraugun, þá finnur við þetta marxíska sögu allstaðar þá er alveg þvinga lénskerfið inn í það og síðan getur svona cherrypickað og aðeins svona, horfum ekkert alltaf mikið á þetta af því til dæmis, þá er að tala post-Vietnam syndrom og þá er til dæmis, það er áhugavert að það er fræðimaður Alan Young heitir hann, sem til dæmis hann hefur fært rök fyrir því og ég byrjaði að lesa þá bók, ég hef ekki ennþá búið með hana, ég hef ekki náð því
En þá allir fær hann rök fyrir því að PTSD sé sérstaklega amerísku sjúkdómur, því þarna sko þetta fragmenteraða, þetta brotna ameríska samfélagi, ekki broti í þeim skilningi að það sé endilega svo slæmt, heldur þetta það svo broti niður sko frá fjölskyldu niður í einstakling. Þú ert ekki með klanið, þú ert ekki með ættbálkinn þinn, þú ert ekki með þjóðina þína, heldur þú veist, það einstaklingurinn sem mikilvægast í Bandaríkjunum. Ef okkur finnst við vera einstaklingsmiðuð þá erum við náttúrulega ekkert með Bandaríkin. Einstaklingshyggjan þú finn hvergi af mikla einstaklingshyggju í heiminum í Bandaríkjunum. Og þá það sem hann bendir á þá, að þetta sko einstaklingsbundna minni, þessar minningar í tengslu til dæmis við áfallastreituröskunina sem alltaf koma aftur og aftur, og þessi persónulega kannski skömm og ábyrgðatilfinning á því hvað þú gerðir í stríðinu, það hvílir svo þungt á bandarískum hermönnum, og þess vegna það bandarískt samfélag þá sem býr til þessa greiningu. Og þá handlum þess að færa rök fyrir því að þá hjálpar ekki að einblína bara á einstaklingin til þess að reyna að hjálpa honum að takast á við áfallið, heldur þurfi líka meðhöndla samfélagið. Þá eru líka aftur komin inn og þetta sko sósíókultúrala, þetta félagslega, þetta menningarlega og allt það. Og svo bendir hann á, og maður getur alveg kynnt sér það, þú veist að ég alveg 90% vissum að við myndum skoða til dæmis hvernig bregðast til dæmis Gazabúar við stríðinu núna. Það tölvört frábrugðið í hvernig til dæmis Bandaríkjamenn bregðast við áföllum. Vegna þess að það eru þessi menningarlegu þættir sem skipta miklu máli, hvernig túlkar það, því við erum alltaf líkið því að reyna að skilgreina og skilja heiminn. Og það gerum við náttúrulega með menningunni okkar og með trúnni og mismunandi fyrirbrigðum. Og þess vegna held ég að það sé ýmislegt til í því kannski. Og mér finnst það voðalega áhugaverð pæling að þessi sjúkdómur sé voðalega svona menningarbundin, getum við kannski kallað það. Og þá vel að merkja, og hann tekur það líka sérstaklega vel fram, það þýðir ekki að það sé verið að gera lítið úr tilfinningum fólks og halda því fram að þær sé ekki til, því algjörlega tilfinningar og upplifunir allra þessar bandarísku hermanna og allra annar sem hafa upplifað áföll, það algjörlega raunverulegur hluti. En það þá meira verið að benda á sko hvernig þessar raunverulega tilfinningar í hvers konar mótur þær síðan settar. Já. Og það frábrugðið frá samfélögum. Hvernig við skilgreinum þau. Já. Og það auðvitað alveg góð punktur auðvitað, þú ert kannski að nota mismunandi hugtök og orð yfir svipaðan hlut, að kannski fyrir heimsstyrjöldinni var þetta kallað heigulskapur eða sjálfsjokk. Nú kallum við þetta áfallastreituröskun. Á miðöldum var þetta kannski kallað danssjúkdómur eða eitthvað. En þá ertu komið meira inn í að þetta hafa alltaf verið til. Já. En bara mismunandi nöfn. Ég svolítið á þeirri skoðun. Já, en svo hlutir aðeins sem hann bendir á að sko þessi sko kriterja sem settar fram, það passar ekkert. Nei, alltaf við. Þú getur auðvitað að nefna hérna mörg dæmi og sum þeirra auðvitað alveg rétt í þér, passa ekkert við. Og svo bendir hann líka á sko munin á því hvort allir þeim hversu mikla ábyrgð berið þeim ættbálkurinn á einhverju frekar en þú sem einstaklingur. Og það held ég sé mjög erfitt fyrir okkur að skilja. Af því við erum svo lituð af því, heyrðu, ef ég ætla að vera stór í Hollywood, þá það bara mitt. Já. En þú veist það stendur að fellur með mér. Og það ekki svona í öllum öðrum samfélagum. En það samt alveg fullt af dæmum úr sögunu það sem að menn fengu eitthvað sjúkdóm og dóu. Þegar kannski, þú veist, og svo kom einhver líkamleg sjúkdómseinkenni. Og það ekki fyrir í dag sem að við menn segja það bara, já, þessi sögufræga persóna dó úr kíghósta eða dó úr berklum eða eitthvað, því við vitum það bara nákvæmlega það sem er verið að lýsa í heimildunum hérna frá, heimildum eru bara einkenni kíghósta eða eitthvað. Þú veist, og ef þú ert með eitthvað sögulega, þú nefndir alveg nokkuð dæmi hérna áðan auðvitað, það sem er bara verið að lýsa auðvitað eitthvað sem við myndum alveg örugglega í dag skilgreina sem á fallastreituröskunni. En það samt munurinn að það samt hlutlegt. Þú veist, þú getur bent á berklar eða þú getur bent á sárasýki til dæmis. Þú veist, þá bara þessi baktería sem veldur sárasýkinni, þá getur alveg fundið út úr því. En með þessa geðrænukvilla, það svo huglegt að þú getur ekki bara bent á, þú getur ekki fundið á beinagrind til dæmis hvort einhver sem geðklofa eða ekki, hvort einhver hafi verið bipolar eða... En þú getur alveg verið með sögulegar heimildir það sem hefur verið að lýsa einhverju hegðun sem að maður í nútímanum sem myndi lýsa sömu hegðun
væri greindur með geðklofa. Öllum líkindum, já, og til dæmis mitt eftir í hug tunglsýki til dæmis í biblíunni. Það öllum líkindum bara einhverjir sko geðsjúkdómar, getur verið geðklofi eða eitthvað slíkt. En svo aftur á móti geðklofi mikið líkamlegri en margir aðrir andlegi kvillar. Það til dæmis erfðaþátturinn mjög skýr þar. Og nú ég man ekki þær tölur en þú sérð alveg nákvæmlega það eru svona miklu líkur öllum einingja tvíburi ef annar með geðklofa hinn hafið það líka. En samt ekki alveg 100. Og það sem svo erfitt með þessu andlegu kvilla því þú veist, hvað líka þessu huglagi hluti. Og þá til dæmis bendir hann á það til dæmis að hvað við segja til dæmis eftir sovéski hermaðurinn til dæmis sem framdi allan ódæði í seinni heimsstyrjöld og upplýði allan viðbjóð. Sá einstaklingur í samfélagi sem ekki jafn einstaklingsmiðað getur að ýmsu leyti kannski mikið léttar hvílt sig í því að samfélagi taki mikið ábyrgð á því sem hann gerði. Ég skil. Og finnst ekki að hann sitja uppi með þessa persónulega ábyrgð. Ég skil. Á meðan að bandaríski ungi strákurinn sem þessi rosalega miklu einstaklingur fer til Víetnam, fremur þar ódæði, kannski vegna sem hann neittur til þess, kannski vegna þess að hann var óheppinn eða veginn frálsum vilja og sér eftir því, það getur verið ýmsar ástæður fyrir því, kemur til Bandaríkjanna og hvað mætir hann þar? Jú, það hrækt á hann, barnamorðingi og viðbjóður. Og svo fær hann að heyra þetta alltaf, þeir tapa stríðinu, til hvers var ég að þjást þarna, þetta var tilgangslaust. Og þá kemur allt þetta, þá situr hann svo fastur í minningunum, sér allir þessi flashback. Að ég vil segja hvergi lesi það í sögulegum heimildum, einhverjir að tala um það að minningarnar séu ljóslifandi og við komum til að sjá fyrir sig hvernig hann upplifði eitthvað. Nei, kannski ekki. Og þú getur þó þetta bent á, já, hann hafði kannski ekki orðaforðan fyrir það eitthvað slíkt, en þú lítur nú geta sagt, jú, þú getur lesið aðra, þú getur lesið Ágústínu sem tala minningar sínar. Okkur höfum við þó ekki einhverja heimild einhvern sem að tala svona minningar. Við höfum til dæmis bækur eftir riddara sem skrifa stríðið og upplifanir sínar sem riddarar. Það kannski fyrir líka svolítið eftir heimilda og skoða líka kannski hvað það sem að menn eru að velja að skrifa í heimildinar. Já, það það líka. Og menn kannski skrifa aðra hluti niður á miðöldum heldur en og svo eru auðvitað líka fornar heimildir alltaf til í uppskriftum og við auðvitað vitum dæmið það að upplýsingar geta horfið. Það alveg rétt. Og til dæmis þess að við tala til þessum hinsegin sögu og svona hvernig svona hinsegin leiki hefur stundum bara verið fjarlæður úr heimildum og forngripum og svona. En svo engu og síðar þegar maður tekur síðan þau glerugu og þá finnum maður alveg merkilega mikið af hinu og þessu. En gerir það ekki endilega hér. Nei. Og þá kannski og eins til dæmis og náttúrulega bara mannfræðin og ferði í svona samanbyrðarrannsóknir þar. Þá finnur ekki sama fyrirbrigð. Og það auðvitað þá líka, því það þá líka hangið saman þá með að, jú, ef þetta svona socio-cultural, það er náttúrulega mikilvægt í, meðferðinni og þú takir mið af því líka. Og þá til dæmis, þú veist, hvað erum við búin að spjalla lengi um þetta núna? Hún er alveg komin næstu upp í 2 tíma, sko. Já, það núna til dæmis í þessari 9 rannsókn sem ég var að lesa, það var einmitt norskur sálfræðingur og fleiri, en þá allan að rannsaka norska hermenn í Afganistan og það sem hann var að leggja fyrst og fremst áherslu á, það var reiði. Og það er til dæmis líka áhugavert, þá það spurning og það sem ég velti á fyrir mér, erum við núna að fara þá inn í mögulega nýtt fyrirbrigði, því hann var þá kallað eftir meiri rannsóknum á það sem hann kallar problematic anger, ég veit ekki, vandræðareiði, ofsareiði, eitthvað slíkt, það sem að það 8,4% af norskum hermönnum þjáðust af því. En svo er það líka spurning, þú veist, hver er munurinn á reiði og ofsareiði og hver er munurinn á því, og svo er líka spurningin, þú veist, er kannski ekki eðlilegt að vera reiður eða þú varst í Afganistan og hvernig fór Afganistanstríðið? Talibanir unnu. Já, svona á endanum. Já, þú veist, það skiptir ekki máli hvað vinnur margur orrustur. Þú veist, það er stríðið sem skiptir máli. Hannibal vann allar sínar orrustur, þannig að hann tapaði einni og svo hann tapaði Karþag á stríðinu. Þú veist, Talibanir töpuðu hverja einustu orrustu, en þeir unnu samt stríðið, það var saman Víetnam. Þú veist, það eru kommunistarnir sem eru með völd í Víetnam en þann dag í dag. Og fyrir hermannin það rosalega erfitt og þá þetta skiljanlegt kannski einhver sem reiður eða þú ert til þess með einhverja króníska sjúkdóma, króníska verki og þá er líka spurning, hvenær verður reiðin að geðsjúkdómi?
og auðvitað, nú ég hvorki geðlæknir en ég sálfræðingur en ég nú lesið töluvert í þessum fræðum og finnst þetta mjög áhugavert og það alveg mikilvægt að spyrja svona spurningar líka, þú veist, hvenær ætlum við að gera eðlilegar, mannlegar, grundvallar tilfinningar að sjúkdómi af því það mjög mikil sjúkdómavæðing í okkar samfélagi það það alveg við erum örugglega öll lent í því stundum að líða illa, mjög illa eða vera mjög hrædd og með mjög mikinn kvíða og mjög stressuð og mikinn hnút í maganum og ekki vilja fara út og svo hugsa maður kannski stundum veist, eitthvað að mér, ég eitthvað veikur eða eitthvað en svo þarf maður kannski aðeins að stoppa og hugsa sko þessi einkenni hamla mér ekki í daglegu lífi nákvæmlega þá ég ekki með sjúkdóm en það hins vegar auðvitað fullt af fólki sem að þjáist af því að þessi þættir hamlaði þeim í daglegu lífi og þá náttúrulega það sjúkdóm og það svo mikilvægt að þetta sé að maður sko skilji þetta frá okkur öðru af því ég heyri eitthvað oft að menn að tala þessu þunglindir en samt alveg fungerandi að í vinnu og í hernum að sinna sínum störfum og þá eiga krakkarnir bara við mér líður mig illa og það þetta mikilvægt að taka það alvarlega og tala það en klínist þunglindi allt annað fyrirbrigði þetta mjög áhugavert áhugavert og já, því líka yfirferð þetta því líka yfirferð, talandi langan tíma þá þessi þáttu líka búin að taka svolítið langan tíma og við erum komin hérna mjög út á svæði sem að ég hef ekki hundsvita á en þú augljóslega mjög vel að í þessum fræðum svona, ég með fullt af bókum hérna bæði tölvunu og hérna heima sko sálfræði og geðlækningar og auðvitað ég ekki minna gráði þessu en ég ætla að læra núna sálfræði við Háskólann í Tromsö og ég verið að taka svona hinn og þessa kúrsin og milli og svo ég að lesa mig í gegnum hérna, hvað heitir það, sálfræðiprogrammi við Háskólann í Oslo af því það líka þetta við lifum náttúrulega svo einstökum tímum öll þekking aðgengileg þú gerir svolítið að þessu þetta áhugavert að þú skoðar hvaða námsefni í kúrsunum og þú lest námsefnið og þá svona svolítið þess að þú sért búin að taka kúrsun þú sért auðvitað ekki búin að því þú ert ekki búin að vera í tímunum að ræða málefni þannig að kann ég ekki vel á það líf þú ert ekki búin að fá input frá kennarunum og svona og ekki búin að skrifa verkefni og fá umsagnir þau og svo framvis en það samt alveg einmitt þess að segja, maður lifir á tímum þar sem þetta hægt og það er hægt að kynna sér allan skotan og þá fær maður allan og sko í minnsta lagi þá fær maður allan aðeins yfirsýn yfir fræðasviðið og svona tilfinningu fyrir því líka þú fær aðeins svona hvað kallast, segir maður svona nasa þegar það er svolítið mikilvægt auðvitað líka finnst mér að akkur eru við með gráðurnar og titlana og náminn það er kannski líka til þess að menn geti tjásið fræðasviði sko, með einhvers konar authority algjörlega og ef við varum búin að tala núna þessi málefni hérna og hlustundur sko, myndu vita til þess að við varum sálfræðingar eða geðlæknar eða eitthvað það var það allt annað, við erum það ekki sko. Nei en vel að merkja að nú náttúrulega erum við að tala þetta ég er að tala þetta allavega sem sko sakfræðingur og sakfræðingur í hugmyndasögu ég er náttúrulega mín meistararíki að fjalla hugmyndasögu og þegar ég ætla að skrifa mína doktorsríki þá verður það hugmyndasögu og ég er með, heimildalistan alveg fyrir öllu því sem, allt sem ég sagt því sem þetta geti vísaði heimildi fyrir þegar ég skrifa doktorsríkjari, er að koma einhverjar yfirlýsingar? Nei, ég er alltaf að leika við það, ég er svona nálgast að meira að spýta í lóun og byrja þannig að það kemur okkur tímabili það kemur einhver tíman að því þannig en ekki það er alveg rétt hjá þér auðvitað verður maður líka að passa sig maður verður að vera eins auðmjúkur auðvitað líka auðvitað ég ætla ekki sérfræðingur í þessu en mér finnst voðalega spennandi þetta að lifa á tímum þar sem maður getur kynnt sér hlutina svona og þetta er svo ómetanlegt að því almatur fyrir 100 árum síðan það ekki tala maður það getur gert það sama en núna er bara einhvern veginn öll þekkingin aðgengilega ef maður hefur áhuga á því að kynna sér það Nákvæmlega Herru, þetta er Hlaðvarpið Söguskoðun við erum búin að fara hér við völlum ýmis málefni sakfræðilega tengt og það er það sem við gerum hér í Hlaðvarpinu við ræðum málin og veltum upp umræðum og komum með teik á hlutina og við ætlum að halda því áfram hér í næsta þætti snúum hér aftur í næsta þætti með eitthvað annað kannski aðeins meira hefðbundið sakfræðilegt þangað til, verið sæl